Já, velkomin að Rauðaborðinu hérna í lok þáttarins að þá ætlar María Pétursdóttir að halda áfram að fjalla laxeldi. Jón Örn Pálsson, laxeldismaður og maður sem fróður þessi mál, kemur og spjallar við hana. Ég ætla að tala við fátækt, svona í aðdraganda jóla en líka fátækt alla daga við Laufeyju Líndal Ólafsdóttur sem formaður PEP, samtaka fólks í fátækt og Sönnu Magdalenu Mörtudóttur sem uppkomið fátækt barn borgarfulltrúi. En við byrjum á fréttum dagsins. María, hvað þetta? Já. Ekki bara að koma jól? Nú að koma jól, maður aðeins farin að sjá það á fréttunum. Sko. Það leiðilegt að vera blaðamaður í desember. Já. Það hverju? Segðu mér akkurru. Það því að fréttir berast á milli fólks. Alveg þátt að við höldum að það fari ekki inn á fjölmiðla. Já. Og þegar þú hittir einhvern, þá þegar fólk byrjar að spyrja eftir búna öllu fyrir jólum, þá tekur það svona fyrstu setningarnar af öllum samtölum alls þar. Já. Þannig að það berast bara færri fréttir. Að því að byrjuð náðum sér ekki alveg, að því að þá ætlar að vera búin. Nei, þegar fólk hittist alltaf, þá fyrir að koma jólun, þá fyrir fólk að spyrja hvort annað, ertu búin öllu fyrir jólunum og svona. Og það tekur samskiptin á milli fólks sem að fréttina fléttist eftir. Sama ef það verður eitthvað rosalega kalt eins og núna, þá tala allir það. Ef það rosalega heitt, þá dregur aðeins úr því hvernig fréttir berast í samfélagi. Já, sérstakt. En eins og svo að þú ert blaðamaður, þá hérna inn í blöð, þá stækka blöðin á móti, af því það er svo mikið auglýsingum. Þegar þú ert að framlega rosalega mikið efni inn í sal sem enginn að lesa, enginn sérstaklega á þessu. Þannig að oft þá voru fólk að leika sér að því að búa til svona skringilegt efni. Já, og svo náttúrulega annálarnir og allt það. Já, sem að eru stundum alveg ótrúlega leiðilegir. Já, einmitt. Ég held ég hef ekki, já. Það er kunst að matreiða það efni, þannig að það sé áhugavert. Já. Mikil kunst. Líka í sjónvarsfréttatímunum líka. Já, og ég veit ekki alveg hvað metnar í þessu, ég hef nú ekki hort á þetta lengi. Stundum smammar eftir því að þau reyna að búa til svona þem, draga eitthvað ákveð í gegn og taka þess að finna eitthvað samingi í árinu. Það er leina vitið, það er ekki hægt að vera bara rekjett eins og annar. Já. Þannig ég að trufla. Herðu, við ætlum að tala eins fréttinnar. Sérfræðingar Europol töldu sakborningana 2 í svokallega hryðjuverkamálinu vera við það að grípa til aðgerða. Þannig að núna er að birtast nánar upplýsingar það að lögreglan fékk álit sérfræðinga í málefnum hryðjuverka. Dómarinn sem úrskurðaði að gæsluvarðhaldi væri lokið, hann hlýtur að hafa haft þetta fyrir fram að sig. Hlýtur að vera. Það er bara mat íslenska gæsluvarðhaldsins meira heldur en sérfræðingarna í Europol. Það vegu þyngra þannig í allamanna þegar fram í sækir þannig í málinu. Nema Sveinn Andri og verjendurnir séu bara góðir málsækjatur. Félagar, hver veit? Það er spurning. Finnst þetta skrítið að þeir séu lausir með að Europol metið að þeir séu hættulegir? Ég veit það ekki. Nei. Ég veit það ekki vegna þess að ég veit heldur ekki hvernig Europol vinnur. Ég veit ekki hvernig geðlæknirinn vinnur, ég veit ekki hvernig Europol vinnur. Mér finnst ekki að hafa forsendur. Þekkir ekki þessa drengi? Nei, og ég þekki ekki þessa drengi. Þannig að mér finnst ekki að hafa bent forsendurna til þið, Og kannski Europol að nota einhver aðferðafræði sem passar inn í stærri samfélag en ekki svona lítið, ég veit það ekki. Hver veit? Það sem hefur komið fram í fréttum, ég veit ekki hvort það sé úr ákærinu eða hvort það hefur lekið frá löggunni, en það sem hefur komið fram að þeir verið að kópera svona þekkt, þeir eru með fyrirmyndir, meðal annars að útvæða sér lögreglubúning. Já, sem myndi mann nú á norska máli Breivik. Já. Og keyra bíl inn í gleðigönguna, sem hefur verið gert í Charleston í Bandaríkjunum og víðar. Það er gert í Þýskalandi, menn ég var kert inn í svona, ekki, hvort það var gleðiganga, og náttúrulega í Nýs, sem eftir getið því, sem að kerði á bíl, þarna á strandveginum þar, það sem svona mikið að gangandi umferð. En þetta verður oft verið náttúrulega. Svo veit maður ekki, hver er stigsmunurinn á, eins og bara einstaklingar sem að hafa gaman að því að safna upplýsingum og fjöldamorðingja, en eru ekkit fjöldamorðingjar. Þú veist, hver er stigsmunurinn á því að vera að pæla og skoða og búa jafnvel til eitthvað dót eða framkvæma eitthvað.
Það hérna ótrúlega fjöldi sem hefur mikið áhuga á nasistum. Já, einmitt. Menn einhvern tímann sá ég það að af öllum bókum sem eru gefnir út í Bandaríkjunum sögulegt efni, þá eru 80% nasista. Sem já. Það seldum eindugum. Það er eitthvað sér heilastöð í fólki sem hýsir svona nasista. Já, ég held að þetta sé svona sérstaklega myndi á svona karlmönnum. Ég leita fyrirmyndum. Þeir fara að skoða nasismann mjög mikið, mjög gjarnan. Já. Ok. Heyrðu, já, það er verið að loka þinginu. Já. Hvernig á það að vera í nótt eða? Já, það ekki. Það er ekki bara að vera núna eða morgun. Útlendingalöginu Píratarnir náðu því. Já, fleiti þau fram yfir áramótin. Málþæfa útlendingalögin burtu. Já. Nú er svolítið styrum N4 málið að einhver hafi verið vanhæfur, Vagn Stefánsson, nefndamaður, framsóknar. Samherji er hlutað við það. Já. Ríkið er alltaf að styrkja Mokka, þar sem að Guðbjörg í Eyjum og fleiri útgerðarmenn eiga. Já, það er verið að passa peningarnir lendi. Fréttablaðið sem Helgi Magnússon á. Einmitt. Sín sem er bara skráð félag á markaði. Já. Og núna Samherji þarna. Já. Það sem ég finnst verst í þessu, að því að ég var að talaði allt og vel landsbyggðarmiðla hérna í gerð, reyndi aðeins að draga í land, reyndar að það væri eiginlega aldrei almennilega fréttir. Nei. Það sem að mér finnst komið í ljós núna er að það er bara megin stofnin af dagskránum að það er keypt efni. Og þetta er eiginlega ekki fjölmiðl, sko. Þannig að N4? Já. Samstöðunum miklu meiri fjölmiðl heldur en N4. Já. Þú getur ekki keypt efni hér. Nei, einmitt. Ég hef ekki lagst yfir þetta N4, sko. Ég hef stundum slysast til að horfa á eitthvað. Huggulegt spjall bara. Já, einmitt. Því við nefndum hann að mannstu dagskrána í gær, hvernig hún hefði eðilagt fjölmiðlamarkaðinn með því að selja auglýsingar og látt. Það gott að selja auglýsingar á 80% öllum blaðsjónum og meðan að Dagur eða þeir sem voru að reyna að gjóða blöð gáttu bara helmingin, gáttu aldrei keppt við þetta. En neitt nýrið verið eitthvað inn í þessu formi að halda út í sjónvarpsdagskrá en selja efnið inn í þetta og þar er þetta eiginlega vonlust að fyrir venjulegan fjölmiðla keppa við þetta. Þannig ég er á því að bara ég alls ekki að styrkja þetta. Já, út bara búin að snúast, út búin að skipta skoðun. Eða ég hafði enga skoðun í gerð, sko. Nei, þú ert búin að mynda þig skoðun. Já, ég var að hlusta á þetta viðtal við framkvæmdastjórann á leiðinni upp yfir og ég skipta skoðun. Já. Þetta er bara alveg fráleitt eða ríkið fyrir að styrkja eitthvað sem að þykist vera fjölmiðill en er að selja efni til þess að drepa frá sér aðra fjölmiðlun. Já, nákvæmlega. Fráleitt Einmitt. Svona skiptir maður skoðun að maður fyrir að hugsa og safna upplýsingum. Einmitt. Og þegar maður heyrir í málsaðilum, það var annað málsaðili sem var í erður viðtalið við Gunnar Þór Gíslason, formann Ölmu. Nei, ég frétti af því. Ég frétti líka af því, fólk var svona hneykslað. Fólk var alveg bit. Það er ekki alltaf sem að fólk græðir á því að flytja málsitt. Nei, einmitt. Það er við sjónvarpsstjórann í N4 og líka stjórnarformann Ölmu. Já, einmitt. Þeir skor ekki. Nei, þeir skor ekki. Svo sá ég auglýsingu talandi um Ölmu að það sem hefur verið að hvetja fólk til að kaupa ekki hamborgarrygg. Fyrsta sem ég hugsaði var bara svona, já, einmitt út af Ölmu. Nei, það var ekki svo gott. Við vorum með frétt byggt á grein sem hafa skrifuð af Vísi. Þá var bara, það er félagum góða meðferð dýra sem er náttúrulega þolir ekki verksmiðu búskapin í kringum svínakjött og kjúklinga. Nei, einmitt. Þetta er náttúrulega enginn sem að fer inn í kjúklingabú eða svínabú borðar þetta á eftir. Nei, það er mjög oft þannig. Eins og margt í svona iðnaðar matargerð, sko. Já, einmitt. Ég er svona, til dæmis, sumt að svona tilbúnum mat sem að fólk kaupir í búð. Já. Eða væri með græjuna sem þarf til þess að búa þetta til heima þessir. Það myndi aldrei kveikja á henni, sko. Nei, nákvæmlega. Það er kannski verið að hræra í einhverju til þess að binda vatn inn í einhverju kjöti til þess að þinna það út. Það er bara, þannig verið að svindla á neytendum, en í verksmiðu búskapnum er náttúrulega verið að nýðast á dýránum, sko. Já, einmitt. Á allan, sko, bara svo margan máta held ég líka. Já. Þannig það er ekki bara þú veist að borða lífveru eða bara þú veist að borða lík. Þetta er eftir að borða, sko, veru sem
Borða lík af dýri, sem sagt. Já. Borða lík, það er munur á því. Ef maður hefur ekki verið til dæmis í Marokkó og það sem að fólk kaupir dýrið og fer með heim og slátrar því. Nei, ég hef nefnilega ekki verið, en ég hef eins og verið sko ræktað hænur. Og borðaði sjálf? Nei, en ég hef þurft að slátra hana. Þannig að ég hef alveg verið svona... Ég talaði við mann í Marokkó sem við vorum að tala um þetta. Munurinn áttur að sá að þú ferð heim með geitina og geymir undir svölum og drepur hana og eldar hana, að þá þarf ekki að láta hana hanga. Ástæðan fyrir þú látur kjöt hanga er það að vera stirðnar við dauðan. Já. Og svo tekur það viku, 10 daga eða 20 daga að losna við dauða stirðleikan úr. Og það er það sem að menn segja að þú veist, þetta borða lík. Það er að borða eitthvað sem hefur fengið dauða stirðnunina. Þetta er ekki allt fallegt. Nei, þetta er ekki. Þegar mönnum finnst það skríti, sko, þú farið heim með geitina og drepar hana. Hinum meginn hugsaði menni þetta þannig þegar það koma inn, þessi maður sagði það, hann hafði komið inn í stórmarkað í París og séð kjötdeildina og hann hafði, þú veist, bara fylgst óhugnaði. Þannig að verið eins og verið inn í líkhúsi. Verið frosið kjöt og svo bara kjöt í löngu dautt. Þannig að þetta er hryllilegt. Þannig að verið fólk sem að vera að borða lík. Lík, já. Í staðan fyrir að vera að borða ferskt kjöt. Já, hann er alltaf á tilfinningunni að þegar hann hitti Vesturlandabúa, það væri svona líklegt út úr það. Já, sérstakt. Þetta er mjög aðtilsvært. En þetta er kannski ekki, í fegin að við erum ekki að borða samt. Borða lík? Já, hér sko, meðan við erum að tala um þetta. Nei, kannski hefur engin á hamborgarrygg. Ég held að... Það er önnur ástæð fyrir að borða ekki hamborgarrygg, að þú eigendur Ölmu, sem er Ali. Já, það var það sem ég held fyrst þegar ég lasta, að væri ástæð. Það er eins og að borða bara lík af leigjanda. Já, ef við ætlum að fara alveg þangað. Herðu, ég held ég farið samt í aðra frétt. Ég held þetta sé alveg gott. Af líkum. Takk eftir að með þetta síði þáttur okkur jól. Já, við megum að bulla þess. Já, ég veit það. Herðu, hérna Hagstofan er með fréttir af hvað kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann hefur dreifst saman 6,1% milli ársfjórðungs í ár og sama tími fyrra. Ég las þetta í morgun. Já. Og ákvaði að því að við erum að vinna á samstöðinni, ég ákvaði ekki að skrifa um þetta. Og svo sá ég að þetta var komið í RÚV og svona eitthvað svona 2-leitið og 4-leitið í dag. Sko málið er að þetta er bara heimilin, þetta er bara meðaltal. Og þú gætir dregið álöktun að að kaupmáttur launa hefði lækkað 6% það sem aðværi ári og þess vegna við samningarnir slæmir og samningarnir eru það náttúrulega. En málið er að þarna að því að það hækku laun 1. janúar 24 krónur og svo koma hagvaxtarauki upp á 10.500 líka í 1. apríl og þess vegna er þetta ekki launin. Það sem þetta segir okkur er að aðrar tekjur og þá sérstaklega lífeyristekjur og annað slíkt að þau hafa ekki fengið þessa verðbætur. Þannig að ef maður ætlaði að ég bara náði ekki í sundugreiningunni að Hagstofunni að ná lífeyrisþegunum út úr þessu, eftirlauna fólkinu og öryrkjunum. En þar er ábyggilega langmesta kaupmáttarfallið. Já. Kaupmáttarfallið hjá launafólki er minna. Já. Akkurat. Kannski náðu einhvern veginn að ná betur utan þetta. Já. En það er hættur þetta að taka meðaltölu. Þannig er líka fjármagnstekjur og vextir hafa hækkað mikið, vaxtatekjur hafa hækkað mikið. Út af verðbólgunni. Já, einmitt. Við sjáum, ég meina það kemur ekkit óvart ef að lífeyrisþegar sitja þarna eftir. Og örorkulífeyrisþegar það var verið að hækka núna hjá þeim frítekjumarkið. Já. Það hefur ekki verið gert í 14 ár. Nei, úr 109.000 í 200. Já, og það eru samt náttúrulega ennþá skerðingarnar allar. Já. Þannig að þetta er svona... Þetta skerðist ekki í grunnlífeyrinum, en annað... Já, sko, grunnlífeyrin, það er bara einn þáttur sem heitir örorkulífeyrir. Það er bara... Hann skerðist ekki. Hann skerðist ekki, en það er bara lítið, ekki stór hluti. Þetta skerðir ekki fjölskyldu... Já, framfærslu uppbót. Heimilisuppbót eða eitthvað svona. Já. En eitthvað annað þá? Það er, þú veist, það skerðist ekki held ég aldurstengt örorka eða eitthvað skilu. Þetta er svona allt byggt upp úr einhverjum misstórum þáttum og sumt skerðist og annað ekki. Þannig að þetta er bara,
og þetta sem þeir kalla bara örorku lífeyri er bara einhver prósenta í þessari uppbyggingu, þannig að þetta er allt svo villandi, mér finnst það alltaf allar fréttir af þessu villandi. Já. Þannig að það er oft verið sagt að það sé bara 2 menn á Íslandi sem að skilja örorkukerfið, en svo fólk vilji hafa það. Já. Þótt að stjórnmálamenn tala stundum að einfalda kerfið, núna síðast barnabótakerfið. Það var önnur frétt á Hagstofunni sem að mér fannst vera merkilegri. Já. Það var veltuaukningu í fyrirtækjunum og tekur 10 fyrstu mánuðina, af því að það var 10 fyrstu mánuði þess árs og berða saman við 10 mánuði síðast árs, að þá var veltuaukningin 26% yfir línuna, sem er langt umfram verðbólgu. Verðbólgan á þessu tímabili er kannski 9%. Og þetta er gríðalegu vöxtur. Og þegar er verið að semja um kjarasamninga, þá er annars verið að semja um það að fá verðbætur sem að verðbólgan hefur getið upp, fá það tilbaka og að launin séu varin á samningstímanum. En þú ert náttúrulega líka að semja um hlutild á aukinni veltu. Því ef þú gerir það ekki, þá samþykir það að allur ávinningur umfram verðlag farið til fyrirtækið. Og ef þú ert með fyrirtæki sem er með 26% vöxt, þá mér finnst það alveg ótrúlegt að verkefnisreikinn hafi ekki sótt ykkur hluta af þeim. Þannig náttúrulega er að það vera að endurreisa ferðaþjónustuna. Það er náttúrulega 97% vöxtur þar, en það eru útflutningsgreinar, það er eins og það er 43% veltuaukning í álbræðslu, 17% í sjávarútvegi, 25% í fiskeldi. Og svo ef maður tekur bara svona mikil aukning í innflutningi á olíu, ef maður tekur bara alla aðra heildsölu heldur en olíuna, þá er það 27% vöxtur, sem að endurvarpar náttúrulega bara rosalum vexti í hagkerfinu. En það var einhvern veginn samið útræðin forstöðum að hér var alltaf vonað völ, Já, það er einhvern veginn búið að kasta svo ábyrðinni á, þegar það er verðbólga, að þá er einhvern veginn, og þessar vaxtahækkanir og allt þetta er allt launafólki að kenna. Og það er einhvern veginn búið að snúa allir á haus. Við byrtum frétt sem að ASI byrti. Það er inn á samstöðinu, fólk getur skoða það, laun er ekki orsök verðbólgunar. Akkurat. Og það er alþjóða vinnumálastofnuninni sem er gert það þessu. Það þýðir það ekki að ef þú tvöfaldar laun, þá náttúrulega þinnur út og getur skapað verðbólgu, en launahækkanir til þess að mæta verðbólgunni eða bara fá eðlilega hlutdeild aukina veltu til launafólks, það býr ekki til verðbólgu. Þessi búið til verðbólgunar er fólki sem hækkar verðið. Já, nákvæmlega. Það eru fyrirtæki sem búið til verðbólgunar. Já, einmitt. Já, og náttúrulega núna eins og bara húsnæðiskostnaðurinn og við sjáum þetta bara einhvern veginn, eins og bara eitt fyrirtæki leigufélag hækkar leiguna og þá byrja hinn að gera það líka og ekkert smá. Ekki bara félög, en þetta er bara einhver kall eða einhver hjón. Já, og þá byrjar allir sem að eiga einhver eina íbúð, það byrjar bara allt að hækka með, Nú eru bara allir að hækka, það byrst ég ekki. Já. Þannig gerist þetta. Talandu það var fréttin á samstöðinu mitt líka bækling vegna húsnæðisuppbyggingar hjá borginu, það kostaði 13 milljónir í framkvæmd. Þau voru ekki að spara þar? Nei, það var ekki verið að spara og það mér sé borga, það eru eiginlega 2 gjaldþættir í þessu sem eru umbrotskostnaður. Bæði umbrot frá þeim sem vinna efnið og svo aftur umbrot. Þetta er mjög undarlegt. Voru líka með fréttum að borgin væri að spara með því að það er minna þrifið heima hjá öldruðum og örgjum. Já. Fólk sem að fekk áður aðra hvora viku, núna fara bara eins og í mánuði. Og ég sá það í umræðinu síðan þessa frétt, að þá er fólk að vitna til þess hvernig það var áður, að þá var það bara aldamótin, þá var það vikulega. Þannig að það var búið að taka af þeim Ég hélt þetta hefði verið einmitt vikulega. Nei, það var búið að taka af þeim, nú var bara aðra hvora viku og nú er það komið yfir í einu sinni mánuði. Það er ekki hægt að finna ákvörðununa. Þannig við höfum bara byggt þetta á og talað við fólk sem að lýsa svo þannig og það er ekki kynnt fyrir þeim að það sé verið að fella niður þjónustu. Það kemur bara sjaldan einhver heim til þín að þrífa klóstið. Það kemur einhver sem fer með á kaffihús í staðinn, einu svona eitthvað. Það fylgist með að taka lyfin og fólki sér ég þarf það ekki. Ég get ekki þrífa í kringum klóstið. Ég verð að fá okkur til að þrífa í kringum klóstið.
Nei, þú ferð ekki. Þú getur eitthvað verið heimahöður með að fyrir bað. Já, einmitt. En það sem svo skrítið við þetta líka ég held að fólk hafi alveg borgað fyrir þessa þjónustu, sko. Þannig að það ekki heldur eins og hún hafi verið eitthvað alveg ókeypis. Nei. Kannski eitthvað niðurgreitt. Kannski er vel eitthvað með að fá fólki í þetta. Já, ég held að það geti verið vandamálið, sko, en maður veit það ekki. Það er samt, sko, það er ekki vandamálið með ýmislegt annað hjá borginni varandi velferðarmál sem verður að skera niður. Það er ekki að því að vanti starfsfólk. Það er ekki að því að vanti starfsfólk á vin eða sem því er lokað eða stíg og tröð eða eitthvað svoleiðis. Bataskólan eða allt sem eru að slátra. Já, þannig að maður má ekki álykta. Ég er með samstöðunum uppi með einn góð fréttina líka orð ársins í Collins sem er permakræsis og ég reyndi að þýða sem síkrísa, ég veit ekki hvað það er. Síkrísa. Já, það er þetta sem vorum að tala áðan, ástandi sem er búið að vera núna, fyrst kemur faraldur og svo kemur sko stríði í Úkraínu, svo kemur eitthvað svona verðbólga og það er svo rosalega óvissa og allt í einu hefur ykkur hópur, bara ykkur hagaði að sannfæra okkur að það sé bara eitthvað alltaf vonar völ. Já. Og þess vegna nei, þú mátt ekki biðja minna launahækkanir, við verðum að bara skera niður og það verður ekki þrifið heima hjá þér og allt í einu bara byrjuð að slátra, þú veist, bara velferð og almenningur að bara taka á sig sko launalækkanir eða þú veist, kaupmáttur launarýrni, allt út af eitthvað svona ástandi og mér það er gott eða maður velja þetta orð svona permakræsis, kannski getur við þess þetta sé síkrísa. Síkrísa, já. Svo við reynda frá okkur fleiri orðum, fólk er kannski gaman að skoða þetta. Já. Íslendingar velja svona eitthvað á Rás 2 held ég eða eitthvað. Já, er það ekki? Ég held að velja alltaf svona lóan eða eitthvað svona ljósmæður, eitthvað svona fallegt. Ljósmæður, eitthvað fallegt. Nei, var það ekki samt fallegasta orð? Ég held að ljósmæður hafi verið valið sem fallegasta orð íslenskunnar eitthvað svo sá ég hvernig Spánverjar voru að velja þetta. Já. Þá sá ég til dæmis að porofóbía. Já. Ég vissi ekki hvað það var fyrir einhverjum árum. Ég held að það hafi verið valið fyrir svona 6 árum. Fátæktaskömm. Og það var bara nýtt orð þá. Og það er eiginlega spænsk kona sem að nota þetta orð. Já. Þegar hún var að reyna að skilja það ákverju Spánverjar væri svona andúð flóttafólki. Já. Henni fannst það ekki passa við svona hugmyndir Spánverja útlendinga. Það væri ekki útlendingandúð. Og þá bjó hún til þetta porofóbía. Sem er andúð á bjargarlausu fólki. Já. Þannig að andúðin gagnvart flóttafólki er ekki endilega útlendingandúð, heldur að það andúð á bjargarlausu fólki sem að beinist líka... Andúð á fátæku fólki þar að landi líka einmitt. Já, og sem að veldur því að borgaryfirvöld eiga bara ekkert mál að loka vín og við bara skúrum sjálfnan heimahöður og er bara einhver vandræð með að taka ákvarðanir sem að bitna á bjargarlausu fólki. Einmitt. Þú ætlar að tala um fátækt. Eftir. Já, kannski... ræðum við porofóbíu. Það er oft sem að er í þessum orðalistum, þá er náttúrulega verið að reyna að ná svona tíðaranda. Það er gaslýsingarna til dæmis. Já. Já, Webster. Og svo er Goblin Mode. Kannski þú getur úrskilt það fyrir mig. Goblin Mode, það er eitthvað svona Er það ekki eitthvað svona leti eða? Já, hanga heima og einangra sig. Ég er að verða svona því að það er svo kallt heima nú, ég er bara komin í eitthvað gamla hettupeysu og svo ætti maður að greiða sig. Já, og svo er það líka þannig að það verður maður svona andfélagslegur. Nennir ekki að sinna neinu, sinnir ekki mömmu og svarir síma bara, Já. Ég held að sé það. Já, ég held það líka. Það er að vera jarðálfastand. Mundur þú kaupa það þessi þýðingu? Jarðálfastand. Eða svartálfur. Hvað heitir hann Loki? Jú, Láki svartálfur. Svartálfastand. Já, svartálfastand. Hann var svona andfélagslegur. Já, einmitt. Þreif sig ekki og einmitt. Var afundin við alla. Svartálfastand. Já. Ert þú svona stundum? Í svartálfastandi? Já, ég veit það ekki. Nei, ekkert þetta mun hafa vaxið í COVID, sko. Já, það? Já. Nei, ég held að ég hafi bara orðið önnum kafin í COVID frekar en hitt. Við erum náttúrulega sósíalistar urðum það eiginlega. Já. Katrín Jakobsdóttir, hún skrifaði bók. Já. Með það skrítið, sko. Þú var alltaf að segja okkur að vera svo rosalegt álag á stjórnundum með COVID. Svo kom bara í ljós og skrifaði bóka fyrir að það er svo mikið tíma.
Mér finnst þetta alltaf svolítið sérstakt. Svo ég veit nú að það svartalva standi mínu. Ég hugsaði þetta líka þegar Seðlabankastjóri skrifaði bókina. Já, hann skrifaði bókum Svarta víkingin. Já, sem hann stál. Fannst eins og að hann hefði fattað allt sem Bergsveinn hafði skrifað, einmitt, nákvæmlega. Hann hafði tíma til þess að skráða niður, sko. Að stila. Já, einmitt. Hvað séu, ertu með meiri fréttir? Nei, heyrðu, ekki bili. Heyrðu, þá bara snúum við okkur að því að tala um fátækt eftir augnablik. Laufey og Sanna koma og svo í lok þáttarins að tölum við laxeldi. Þá kemur Jónur Pálsson eftir augnablik. Með mig, já, það sem sagt, við ætlum að ræða fátækt eins og oft gert fyrir jólin, en við ætlum að tala fátækt alla daga. Það eru komnir hingað Laufey Líndal Ólafsdóttir sem formaður PEP, ekki? Já, Peppari bara. Peppari. Og Sanna Magdalena Mörtusdóttir, borgarfulltrúi, uppkomið fátæktbarn. Þegar við erum þetta vídeopodcast, þannig að fólk sér ykkur og þið eru báðar þetta snóðkliftar. Hvað þetta? Þetta nýja sósælsta trendi. Hvernig þetta þægilegt? Þetta mjög þægilegt, finnst það ekki? Já. Þú náttúrulega byrjaðir. Losa sig við. Þetta svona endur nýjan. Nákvæmlega. Allavega hjá mér, sko. Þú ætla ekki að setja hárið aftur, Sanna? Svona þegar ég verð gömul kona, gráðær, með krullur. Herðu, en við ætlum að tala fátækt. Og það oft svona í fjölmiðlunum, þegar það verður að líða jólunum, að þá talað fátækt. Þá kemur alltaf þetta með matargjafir og tala við hjálpræðisverinn og eitthvað fleira. Og ykkur í PEP. Er þetta svona svolítið fúlt að það sé verið að tala þetta svona bara jólin? Já, við náttúrulega höfum talað þetta áður, sko. Fjölmiðlar hafa yfirleitt ekki áhuga á fátækt nema bara fyrir jólin. Þá einmitt svona svolítið, svona auðmikið fátæka fólki sem á ekki fyrir jólunum, sem náttúrulega alveg punktur, en það restin af árinu sem þarf að harka af, og meðal annars lok desember sem allir eru einstaklega þunga, því að náttúrulega jólin eru dýrari. En janúar getur verið þungur og erfiður. Já, bara hræðilegur, sko. Það er oft fólk sem ennþá hefur lánshæfi, þarf að borga jólareikningin og svona, sko. Í janúar getur verið alveg hræðilegur. Utan hvað það bara kalt og
ömurlegt. En jú, þetta alveg þekkt meðal okkar sem hefur verið í þessum bransa að desember, þetta þegar fjölmiðlar hringja. Já, en haldið að fréttirnar séu fyrir hína að þá geti, að því að nú að lifa jólum og við að rækta aðeins upp mannúðin í okkur og stækka hjartað í okkur og þá séu hinn fátæku dregin fram til þess að hjálpa okkur í að stækka hjartað. Já, svolítið. Þetta náttúrulega, þú veist, svo náttúrulega allt hjálparstarfið og allt þetta, sko. Það sem fátækt fólk stendur í röðum eftir einhverjum útlutunum sem eru síðan kannski, mismiklar. Ég náttúrulega hef verið í þessum pakka áður, sérstaklega þegar börnin mín voru lítil. Að einmitt standa í svona biðröðum og sem að svona, skilar mismiklu. Já, en byrjum með jólunum. Er það erfiðari tími að vera fátækur á jólunum? Svona, er erfitt að vera fátækt barn á jólunum? Eða er það bara erfitt alla daga? Það er bara erfitt alla daga. Þeir voru að tala með mitt áherslur fjölmiðla að tala mikið fátækt svona í kringum desember. Ég meina við sem erum fátæk, erum alltaf fátæk. Það eru einhverju góði dagar inn á milli og góða vikur þar sem við getum kannski leyft okkur eitthvað og það kemur einhverja barnabætur eða eitthvað auka. En ég meina það er alveg jafn ömurlegt að vera svangur í febrúar og í desember, sko. Já. Og jólin koma kannski ekki með matnum eða gjöfunum eða vantar eitthvað? Er það meira áberandi að vantar eitthvað á jólunum? Það er kannski þessi samanburður sem er á milli barna. Fyrsti dagurinn eftir jólin. Já, svona hvað fyrst í skóinn og alls konar svoleis sem er þetta, sem einhvern veginn svona, skóla haldið svona býðir upp á, sko. Það fara að tala það og svona bera saman og þessi samanburður og svoleis, sko. En er hann ekki bara í svo mörgu bara í fötunum og fyrsta skóladaginn og skólatöskunni og hverjir er að fara í ferðina og hvað gerður í sumar og er þetta ekki linnulöst smá áreiti á fátækabarnið? Jú, mér finnst samt sko athyglisvert að það er einhvern veginn svona oft held ég að staðalímyndum fátækbörn sé að þau sé einhvern veginn í svona verri fötum og sé gött á fötum þeirra en ég meina það sást ekkert á mér þegar ég var barn að ég hafi verið eitthvað fátæk út af fatavalinu. Ég fekk bara alls konar gefins héðan og þaðan og mjög fínt og bara mjög fín föt. Þannig að við tökum þá svona mæli einingu til þess að fara að reyna að pikka fátækubörnin út og þá virkar það ekki alltaf. En ef þið myndir skoða kannski skóna þeirra og sjá hverju votum skóm, þá getur við séð það. En þetta jú, maður kannski læri bara snemma. Það er ýmislegt sem er ekkert í boði og þá er maður ekkert að bera sig saman við það sem önnur börn er að gera. En ég man sterkur samanburður sem að situr eftir hjá mér er að var eins og hjá vinkonu minni í mat og ég einhvern veginn sá bara alla pottana hangandi í eldhúsinu og pönnurnar og all kryddin og svona piparstaukur, svona stór piparstaukur og ég bara, wow, þetta er bara mjög fínt. Herðum, en við slúmum tala um fátækt. Hverjir eru fátækir? Já, það er náttúrulega mjög margir einstæðir foreldrar falla í fátæktargrefinu og ég held að það sé svona sérstaklega ómenntaðar einstæðar mæður. Ég held að það sé svona hópurinn sem er alltaf verst úti og sérstaklega náttúrulega ef að viðkomandi móðir er öryrki. Með lágtekju einstæð móðir. Og svo eru líka reyndar einstæðar konur sem eru með uppkomin börn. Og sérstaklega þar eru öryrkjar. Uppkomin börn er það bara þessum orðin 18? Þá er náttúrulega allt, allar barnabætur og allar barntengdar greiðslur farnar. Þetta þegar barnið verið 18 ára? Já, og það náttúrulega eru bara á þessum strípuðu bótum og barnið kannski í menntaskóla? Já, það er núna sem betur fyrir búið að breyta eitthvað aðeins þannig að það er þú heldur áfram að fá einhverjar greiðslur ef að barnið er í námi en svo eru líka rosalega þröng skilyrði fyrir hvaða námi barnið er í. Þannig að það þarf að skila einingum til dæmis sem er ekkert endilega alltaf. En en þetta eru svona hóparnir og svo náttúrulega eru líka bara til dæmis fátækir meðlagsgreiðendur líka
eru illa staddir, eldra fólk sem annarkvort hefur verið á örorku eða lágum launum. Það er fólk sem er bara með lága tekjur, vantar pening. Bara sem er með lágar tekjur. Það er eiginlega að segja sér sjálft. Þeir sem eru fátækir eru þeir sem eru með lítinn pening. Já, og á leigumarkaði. Það er náttúrulega annað. Já. Þetta er náttúrulega nýja misskiptingin. Það er náttúrulega, hún felst í eignasöfnun. Þeir sem hafa ekki haft ráð að kaupa húsnæði og eru á leigumarkaði, þetta er náttúrulega bara svona hálfgert. Þú ert bara svona leiguliði. Já, þessum litlu tekjum, það tekur leigusalinn oppan. Og það ert í rauninu alltaf bara að greiða til einhvers annars og ekkert að fá neina eignamyndun í staðinn. Þú bara, svo þegar þú deyrð þá skilur ekkert aftur nema bara að barnið þurfa að hreinsa út úr íbúðinni. Þannig að ég held að þetta sé svona vestastöddu á barnir. Svona, það er þín upplöfun að það séu fyrst og fremst að stóruleiti einstæði foreldrar. Og börnin þeirra og svo getur þetta fyllt börnunum þeirra ef að þau svona dirfast til að mennta sig og fara þá braut, að það getur líka fyllt svona tjekki bara. Hvernig þá? Eins og bara börn einstæðar foreldra fara í nám, taka námslán, eru búin að flytja út frá foreldrum af því að annars gerðist húsnæðisbætunar og húsnæðisstuðningur til foreldra. Gerir það bara leið og barnið verið 18 ára, þá þarf það að vera fullorðin manneskja. Þannig ef að þú ert öryrki og segjum að leigir hjá félagsbústöðum og barnið verið 18 ára, þá þarf það að vera fullorðin og það er 2 heimili og þá skerðast húsnæðisbætunar, kannski heimilisuppbótin. Já, og svo ef að fá heimilisuppbót, þá fer hún sérstaklega ef að barnið er byrjað að vinna. Þannig að fátækabarnið, það verður eiginlega að flytja frá foreldrum sínum til þess að keyra ekki niður tekjur þeirra. Og það, þú kannast þetta svona? Já, finnar sem ég heyrti bara getur ekki bara búið hjá mömminni, er ekki miklu ódýrara. Akkur er þetta leita eftir stúdentaíbúð og þá bara en ég er þetta bara að greiða heim sem er náttúrulega eðlilegt, þannig að ég get alveg eins kannski greitt bara fyrir stúdentaíbúð sem er þá ná í skólanum, svo ég sé ekki alltaf í klukktíma strætó á dag að fara í skólan og þá einhvern veginn námslánin duga bara fyrir húsnæðinu og þú ert einhvern 30 skall eftir og þá þarfst að kaupa matinn og kaupa lyf og kaupa námsbækur, þannig að þá, hvað gerir þá? Þú getur ekki farið til mömmu og pappa, þannig að þú náttúrulega sækir yfirdráttarheimild og hún byrjar í 10.000 krónum og svo 20 og svo er þetta allt í einu orðið miklu hærri uppæð og þú ert að greiða útvexti fyrir það að vera með svona háa heimild, því þú ert ekki búin að lækka hana, þannig að þetta svona fylgir manni alveg eftir. Og þú ert að tala af eigin reynslu þannig að sanna. Já, ég er að gera það. Þannig að háskólanámið þitt var mjög dýrt á dráttavöxtum. Já, ég stóð með mjög vel og fyrst og var að vinna svona með námi og ætlaði að sækja námslán og þá fékk ég þau svör frá LÍN að það var bara þú ert rétt að 35.000 krónum fyrir alla önnina, því þú ert svo tekjuhá. Ég var samt bara að vinna 75% held ég á Serrano. Slatti en greinilega svona þannig að maður þarf svona að velja ætla ég að vera í vinnunni að leggja mig í bílnum á milli vakta niður í HÍ eða ætla ég að fara að einbeita mér á náminu, þannig að svona lokaspretturinn hann kostaði slatta og bara athyglisvert að ég hafi náð að vinna með og var ekkert á námslánum en þessi lokasprettur var mjög dýr. Heldum þessi skerðingagrifja sem að fátækt fólk og börn fátækra eru í og það er þetta að svona damned if you do, damned if you don't það er þetta einmitt með þú veist að ef að barnið fær smá tekjur þá skerðast bætunar sem að til dæmis gerist ekki að þú veist það verður að passa og sleppir ekki út. Já, og það er einmitt ef þú veist í eigin húsnæði þá getur þú boðið barniðinu að vera búa heima hjá þér. En ekki þú leigir. En ekki að þú leigir og ert að fá heimilisuppbót og húsaleigubætur. Þannig að þetta kannski að berjast fyrir því eins og það er búið að verjast fyrir því að leigjendur fá að hafa gæludýr, að leigjendur fá að hafa börnin sín. Já, akkurat. Þetta er nefnilega, ég hef heyrt líka foreldra bara lýsa því hvað þetta er erfitt fyrir sálina að þurfa að í raun og veru henda barninu sín út. Það er hryllilegt. Þetta er bara til þess að einmitt vera ekki eins fátækur og að því að þetta er ekkert háar upphæðir en það skipta náttúrulega máli fyrir heimili sem eru að lifa undir tekjumörkum. Þannig að þetta er í raun og veru svona svolítið verið bara að setja
já, bara fátækt fólk í enn verri stöðu og það getur einhvern veginn aldrei klóra sig upp úr af því að þessi svona skerðingagrefja sem ég bara kalla hana, hún svo djúp. Þannig og líklega út af því að það verið að passa það að enginn fái neittstyrk nema þurfi sko sannarlega á því að halda. Það betra að 100 fátækir svelti heldur en að einn velstæður fái styrk. Já. Það stemmingin. Já, og svolítið svona að vera ekki að gefa eitthvað óþarfu. Ég held að það sé, það náttúrulega bara þessi fátækta andúð sem við búum við. Sem svolítið svona. Og það er svo talað að þessi vandamála þessi svo margir svindla á þessu kerfi. Eftir svona verðt að vera fátækur öryrki, að fólk svindli sér inn í það. Já, akkurat. Það er rosalega. Þetta er svo háar upphæði líka. Þetta er talað þetta bara úr púltinu og þingi. En þetta er líka full vinna, sko. Þú getur ekki, það er ekki svo sért bara eitthvað, herði, ég ætla að sækja örorku, gera bara rafrænt og bíða eftir því að það veri samþykkt. Þetta er alveg vinna. Þú þarft að fara til læknis, þú þarft að fá mat, þú þarft að gera þetta reglulega og leið þú ert metin á örorku, þá það ekkert eitthvað ævilangt, það þarf að endurnýja þetta, þannig þetta ekki að sé bara eitthvað. Meiri segja blindir þurfa að endurnýja örorkumatið. Ég get alveg staðfesta, ég í örorkumati og lendi því náttúrulega rétt fyrir jóli, en þetta er alveg rosalegt ferli, sko. Það og þú ert bara tekjulaus á meðan. Það er þessi hugmyndum að fólk sé að reyna að svindla sér inn í fátæktastöðu eins og þessi eftirsnúvert. Einmitt, eins og það sé eitthvað sem maður endilega vill. En hver er lausnin? Sko, það vill ekki, ef þú myndir labba á milli fólks og segja að viljum við hafa fátækt í samfélaginu, það bara segir 99% nei, við viljum það ekki. Það er húsnæði. Það er einhvern veginn, þegar ég hugsa yfir einhvern veginn mína æsku og allt það, þá er það bara, já, húsnæðismálinn hefur verið betri, það hefur allt verið betra. Komst mamma inn í öruggur húsnæði á okkur tímabili? Já, eftir. Og var það svona before and after? Var svona munur á svona álægin og spennin og heimininu við að komast í öruggt húsnæði? Það var kannski meira ef að ég tala mína upplifun að vera lentur og vita að þegar við fáum einmitt félagslega leiguíbúð eftir næstu 3 ára bið að vita að við séum að fara að vera, að við getum bara að vera þarna. Þurfum við ekki að flytja. En kannski ekki endilega eitthvað svona svaka munur sem ég tók eftir varðandi fjárhægin. Meira bara þetta öryggi með bara, ok, hérna erum við bara lent. Ég get sagt það sama, sko. Ég náttúrulega alveg upp á einstæðri móður líka og við vorum á leigumarkaði til að byrja með og ég man þetta svo gat mamma keypt í verkamannahúsnæði kerfinu og ég man eftir því að það var svona að flytja inn í húsnæði sem var nýtt og eitthvað sem bara svona þurfi ekki að flytja aftur en svo náttúrulega lendi ég í því sjálf sem fullorðin að hrekjast á leigumarkaði og með börn. Með börn. Já, akkurat. Og börnin að skipta skóla árlega. Þannig að, elsta dóttir mín var í 4 skólum á 4 árum. Þetta er alveg... En svo komstu endanum í... Já, félagslega leiguíbúð endanum. Og það er einmitt bara þvílíkur léttir einmitt að komast í það sem þú ert með langtíma samning og svona, Margir sem lýsaði þannig. Margir sem lýsaði líka með lyktina og maður hugsaði oft, að fólk mann þetta áratugum og eftir. Þá lítur þetta að vera eitthvað svona eins og straumhvörf. Eða það breyti miklu. Ok, húsnæði, nummer 1. Og það var allt leyst. Líka náttúrulega bara ég held að það sem er rosalega, það sem er eiginlega oflítið talað það hefur verið talað á samstæðinni. Og það er einmitt með hvað maður þarf alltaf síu að vera að taka upp veskið. Það er náttúrulega þessi kostnaður við bara að leita sér læknishjálpar, fara til tannlæknis, börnin fara í íþróttir, þú ert að borga þetta. Þannig að það er einhvern veginn þessi stöðuga gjaldtaka og einmitt bara í skólakerfinu og alls það. Ég held að það sé það sem er rosaleg fyrirstæða. Það bara er þannig að það er eiginlega alveg sama hvað þú færð útborgað, að þú ert einhvern veginn alltaf í þessu stöðugt að vera að borga fyrir eitthvað. Kannanir sýna að fátækt fólk neita sér lyf og læknishjálp. Ég hef alveg verið á þeim stað og einmitt ekki geta borga fyrir læknistíman og fleira. Við höfum fjallað að nú vera hækkar því að
að út af samningsleysi sjálfstæðstarfandi lækna við sjúkratryggingar að þá hækkar umhverjulega gjaldtaka þeirra sem eru veikir sko. Oft sér fólk þetta fyrir sér, þetta sé eitthvað sem bara vellauðu kallar átt að taka æðanúta eða eitthvað sless, þetta náttúrulega kannski líklega sko langstæstu leiti veikt fólk sem að sækja þjónustu. Ég meina það fólk sem hefur þurft að fara í krabbameðferðir og annað sko sem bara, það bara ótrúlegt að fólk sé sett í gegnum þetta, það alveg nóg að vera bara veikur en að þurfa líka að neita sér lyf og læknisþjónustu sko, ofan á það. Það er bara skelfilegt. Og það sem gerist líka að maður hættir bara að fara til læknis, maður gerir bara lítið úr stóru kúluna hálsinum, bara já, þetta eru bólnir eitlar, þeir hljóta hérna á endanum, akkur að fara til læknis, hver að hjálpa mér, hvað kemur eitthvað út í, ég þarf að borga fyrir það, ringja á apótekið, tjekka hvað lyfin kosta og eitthvað svona vera búin að ringja undan eitthvað, herði ég á lyf hérna inni, ég ætla ekki að leysa það út, en kannski getur sagt mér hvað það kosta áður en ég leysi það út og ég skil ekki ennþá þetta kerfi þar sem þetta á að lækka og stundum kosta lyfin rosa mikið og stundum rosa lítið og þetta er bara, mér finnst það mjög reglunslegt. Það er líka þessi endalösa óvissa sko, einmitt að þurfa hugsanlega að borga fyrir eitthvað. Sumt að þessu var ókeypis gjaldfrjálst fyrir bara 20 árum, 30 árum. Ég veit það, einmitt. Ég er nefnilega mann eftir því sko, ég náttúrulega fædd 74. Það var ekki verið að kroppa peninga börnunum í skólanum og sjúklingunum þegar fóru á spítalan eða heilsugæsluna. Já, ég mann eftir því að það voru teknir mér hálskirtlarnir einhvern tíman 80 og eitthvað. Það voru tannlæknar í grunnskóla þegar ég var ungur. Já, ég líka. Ég mann eftir þeim sko. Sem voru einmitt með svona reglulega en þetta er náttúrulega bara allt fjallfallið ekki inn í frjálshyggju. Ég er með skarð sem er tilkomið vegna þess að ég er með fæðingagalla, þannig að vantaði í mig sko fullorðinstönn, það kom aldrei fullorðinstönn, þannig ég var alltaf með barnatönn og tennirnar sem voru upp í mér voru alltaf að leitast við að fylla upp í gapið af því að náttúrulega barnatönnin er svo lítil og þannig að tennirnar búin að færast til af því ég átti náttúrulega að fá einhverju svona gerfitönn þegar ég var yngri en hún kostaði bara rosa mikið, svona eitthvað implant rándýrt, þannig að já, það komst ekki, þessi gerfitönn komst ekki strax upp í kjafti minn, þannig að núna er ég með þetta skarð. En Sanna, þú er stundum að leggja til svona gjaldfrjálsan mat í skólum og allar hlutis. Hvernig eru viðtökunar? Það verðist vera dálítið svona, þetta er alltaf dýrt fyrir borgina. Segir hver? Bara borgarfulltrúarnir hinnir? Já, sem eru í meiri hluta, en mér finnst líka algeng viðbröð einhvern veginn svona, já, það er auðvitað hræðilegt að sumir foreldrar séu það fátækir að geta ekki greitt reikninga, þá þurfum við bara að mæta þeim börnum einhvern veginn, þá þurfum við að ná til þeirra, en sko þá hugsaði bara, byrju, hvað ætlum við að setja línuna? Ef þú ert með 400.000 á mánuði, þá fær barnið eitt frítt að borða, hvað þú fær 1.000 kalli viðbót, þetta er þá styrkurinn niður, ætlar að útfæra þetta eitthvað svona, já, þá færðu 50% afslátt af matar áskrift, þannig þetta er alls konar eitthvað svona, það er ekki hægt að segja bara, herði, eiga bara getur borðað í skólanum, það er einhvern veginn, það þarf alltaf að sanna að þú eigi rétt á því að fá niðurfellingu gjalda einhvern veginn, það er alltaf þetta. Þannig að þú ert hlynntur að því að sé bara ókeypis matur í skólanum. Já. Og að sé tannarnir í skólanum. Og eins og það var með félagsbústaði, það ég held að hafi breyst bara snemma á þessari öld. Áður var leigan miklu lægri þar. Og ég myndi halda að í dag væri kannski leigan fyrir þriggjergi íbúð kannski á verðmæti dagsins kannski bara 100 skall. En núna leigja þau þetta á 180, 190 pluss. Það er nefnilega, ég minni sko að þegar ég flutti fyrst inn sem að hefur verið 2004 eða 5. Bara 2004 eða 5, já, ég maður það ekki alveg. En þá ég minnir að ég hef einmitt náði í endan á gamla kerfinu. Svo breyttist það og þá var það hugmyndin að húsnæðisbæturnar ættu að kom í staðinn. Þess vegna nefndi ég þetta því að það er svona svipað á það sem hún er að segja, sem hugmyndin er svo að við megum ekki hafa eitthvað ókeypis, heldur við að hafa það dýrt og svo bara styrkjum við þau sem ekki efna þessu svona bakvið. En fátækir koma svolítið illa út úr því. Það er eiginlega miklu betra að vera bara með örugt ódýra leigu. Er það ekki? Heldur en að Mér finnst þetta vera dálítið svona, það er rosa mikið talað jöfn tækifæri í dag, eitthvað svona, það þarf að tryggja öllum jöfn tækifæri og þess vegna þurfum við þá kannski að bara láta fátæka fá
herri húsnæðisbætur svo þau geti greitt leiguna og láta fátæk börn fá frían mat en þú veist, maður hugsar oft bara hvað var þeim bara jöfnuðin? Ef við erum að berjast fyrir því, þá erum við ekki eitthvað sett í eitthvað svona kerfi þar sem allt kostar og þá þurfum við sérstaklega að fá þetta jafna tækifæri undir þig til þess að geta greitt kostnaðin. Þetta eitthvað svona öfugsnúið. Þetta líka að tala þetta auka kostnaðarvitund, en þetta fátækt fólk hafa alveg nóga kostnaðarvitund, sko. Þannig að eina sem þetta gerir bara að gera fólk aðeins meira örvæntingafullt. En þið ætla ekki að mæla með því að fátækt fólk sé sett í námskeið í fjármálaleysi? Nei, ég held að við getum tekið Bjarna Ben í fjármálaleysi. Kennunum að horfa í hvern og horfa í örin. Já, elda eitthvað sem kostar ekki mikið og svona. En þetta sem við verðum að tala hvort að við eigum að hafa félagslegar íbúðir ódýrar, þannig að sé, þú veist, þá erum við biðröð, við erum það með biðröð hvað sem það er bara út af örygginu að þurfi ekki að vera að flytja og þú kennst þá inn og ert þá nokkuð svona örugg með ódýra og örugt húsnæði ævina enda. Eða hvort að allt eigi að vera bara okkur markaðs og svo styðjum við þau sem eru fátækari. Og þið að segja að þið eru á móti þessu svona hugmyndafræðilega, þið eru á móti þessu vegna þess að svona reynsleika segir að þinni fátæku tap á þessu systemi? Já, það er svolítið þetta sem ég var að tala áðan með fátæktagrifjuna, að þetta náttúrulega setur hana af því að allt er svona rosalega beintengt við þína stöðu, þannig að ef eitthvað smá breytist þá missiru, þú veist eins og þegar börnin verða 18 eða eitthvað svoleiðast þá skerðast þessar bætur þannig að þú þarft að borga meira, þannig að já, algjörlega sko, þetta kemur bara mjög illa og bara og marga fáralega sögu til einhver erfði með 5 systkini sinu sumabústað og seldi hlut sinn og allt í einu þá bara skerðust bæturnar og var bara marga ára að vinna þessu út úr því að hafa erft 5 úr fúnum sumabústað. Og þetta líka, þú veist, að maður setur það upp, þú veist, ef velstæð manneskja erfir eitthvað, þá hún ekkert skert. Nei. En fátæk manneskja missir allt í tekjurnar sína. Já, maður geti að rekna það út, jaðarskattur, erfðafjárskatt fyrir fátækt fólk. Þetta virkar ekki að því að maður þarf svo mikið að hugsa svo rosalega langt fram í tíman, bara herðu, ef ég flytt inn til mömmu minnar en ég var að vinna svo mikið í sumar þannig að ég fekk þessa tekjur, mun það hafa áhrif á hvað, þú veist, hún að greiða leigu ef að ég fæ að vera hjá henni. Það mun skerða húsnæðisbæturnar. Þannig að þú veist, maður þarf einhvern veginn, sko, þetta bara kerfi virkar ekki að fara eitthvað svona að greiða einhvern stuðning því að maður þarf að vera einhvern veginn bara 3-4 mánuðum á undan öllum þessum reglum í hugsunahætti til að fatta hvort að maður geti leyft sér að, þú veist, búa hjá mömmu sinni eða leyft sér að gera þetta eða leyft sér að gera hitt, sko. Þetta þá komi eldri prófessorar við borðið og rætt velferðaríkið sem svona hugsjón eftir því sárana sem snerist það að allir ætti að fá ellilífeyri, allir ætti að fá barnabætur, öll börn, skiptir ekki máli á hvað heimili það kemur. Og þeir eru svona rifið upp Guðmundur Jónsson, sagnfræðiprófessor og svona Stefán Ólafsson skrifa bók svolítið svolítið velferðaríkis hugmyndina. En ég býst við að þeir sé að fjalla þetta vegna þeir upplifa að þetta eiginlega að deyja út úr allri pólitísku umræðu. Til dæmis það að börn fái ókeypis að borða í skólanum, að þá fá öll börna, líka börn Þorsteins Más Baldurssonar ef hann ætti ung börn. Hann fær ellilífeyri. Hvað segir við gagnrýni á því? Akkur eru við að styrkja þá sem að þurfi ekki að styrka halda? Við höfum bara að styrkja þá sem að þurfa að styrka halda. Þetta eru rökin. Þetta einmitt, maður heyrir oft sko af hverju eigum við að bjóða börnum sem er ríka foreldra fría mat því foreldrarnir geta borgað. Þá einmitt bara foreldrarnir geta borgað, þeir gera það ekki að því skatturinn á ríkasta fólki er miklu lægri og svo bara er hann stundum ekki til staðar eins og í sveitarfélögum gegnum útsvar. Ef foreldrar þínir eru fjármagnseigendur þá greiða 0 í útsvar þannig við erum bara ná í fjármagnið til þeirra sem eiga það og setja það inn í skólakerfi okkar svo að bara öll börn fái frítt að borða. Við hefum ekki að vera að rukka börn fyrir mat og svo svona vera að minna þau á bara herðu mamma þín eftir að borga, mátt ekki borða það í dag. Ég held einmitt líka að því að við erum náttúrulega með skattkerfi sem á að vera jöfnunartæki. Það var það. Já, einmitt og það er sjálfur sér alveg nóg af því að náttúrulega ef að
til dæmis öryrki að vinna og fær þá tekjur ofan á öryrkubæturnar sínar, þá væntanlega græðir hann hærri skatt og þá að greiða af allri summunni en ekki bara af, það þurfi ekki að skerða ríki myndi græða meira á því að skerða hann ekki. Tímalaust, utan bara ef að fólk hefur það betra þá það að leyfa sig meira og koma meiri peningum inn í hagkerfið og svo framvegis, af því að náttúrulega fátækt fólk það sem að nýti sér nærþjónustu, það verslar innanlands. Þannig að það myndi ekki trufla ykkur að ríka fólki fengi styrki líka? Nei, mér sérstaklega einhvern veginn þegar kemur að börnum að það að tryggja einhvern veginn börn bara aldrei eyðsla. Börn eru alltaf ekki með tekjur, mér finnst alltaf að vera fáránlegt að rukka börn, fáránlegt að rukka sem ekki með tekjur. Alveg saman hvort það séu æfingagjöld eða matur í skólanum, þú getur ekki verið að rukka barn. Nei, en ég meina ríkt foreldri getur alveg eins verið ekki tímt að hafa barnið sitt í tómstund þó það hafa verið efnaði. Barnið er í réttin, þetta sé styrku við barnið, ekki styrku við fjölskyldur. Það eru bara ákveðnir hlutir sem eiga ekki að kosta, ekki þannig að það sé, fjölskyldunar eða barsins að ákveða bara eitthvað, ok, mamma, ég vil vera í mat, þá slepp ég píanóinu, eða hljóðfæri kennslunni, það á bara ekki að vera einhvern veginn svona gjaldtaka fyrir ákveðna þætti eins og skólamat. Og líka bara að börn geti gert eitthvað saman og þess að þurfa að mér alltaf að spyrja foreldra sín. Herðu, þetta svona hugmyndir um hvernig þetta getur breyst. Svo hvernig hægt að breyta þessu og það alltaf eitthvað barátta. Ég var að tala við hann Guðmund Hrafn Arngrímsson í leigjendasamtökunum fyrir 2 dögum eða svo og þá vorum við að tala svona leigjendur náttúrulega upplifa núna að sviknir öllu, stjórnmálinu er svíkjaðu, ríkisstjórnin svíkjaðu. Það kemur ekkert út úr baráttu og verkefnisreifingarnir, fá ekki neitt út úr því. Þannig hann segir að eina leiðin til þess að breyta ykkur að leigjendur sjálfur takja baráttu og bara harða baráttu fyrir sínum kjörgum. Hvernig gerir fátækt fólk það? Það er að sama. Það er að byrja því að stíga fram og bara lýsa veruleikanum af því það er búið að bara gaslýsa okkur svo lengi að við sem erum fátækja að þekkja það sjálf, við erum svona stundum sjálf farin að trúa ruglunu, þannig að fyrsta skrefin alltaf bara stíga fram og svona viðurkenna stöðu sína og bara eitthvað, vá, ég er fátæk, bara ég á ekki pening, það er 20. Ég á aldrei pening 20. Þannig ég held að það sé svona fyrsta, bara svona lýsa stöðunni eins og hún er. Og er það þá fyrir aðra fátæka til þess að þeir skilji stöðu sína eða eru þessar sögur sagðar til þess að milda hjarta hinna stjórnvalda? Fyrir aðra fátæka. Svo fátækir, ég líti á að það sé alltaf best þegar að mitt fólki svona kemur saman, af því þá var ekki fyrir en ég mitt hitti peppara að ég svona fattaði bara, vá, þarf ég ekki að fara útskýra stöðuna réttlæta, þau skilja nákvæmlega hvað það er sem að ég upplýði sem fátækt barn, af því þau þekkja fátækt, þannig að maður er ekki með hann svona útskýringa með á allt, þannig að það er náttúrulega sterkasta þegar að við komum saman og byrjum síðan að setja fram kröfur. Einmitt. Ég held að það sé einmitt það sterkasta svona sem að einmitt, að þegar maður hittir annað fólk sem er í svipaðri stöðu, þá líka upplifir maður sig ekki eins jaðarsettan. Þetta er einmitt eins og Sanna segir, hópur sem skilur, maður þarf ekki að fylla í eyðurnar, það er engar eyður vegna þess að það er bara já, þetta, já, einmitt, þegar ég var í þessu þá, einmitt, ég kannast við þetta. Þeir eru að tala um að þurfa að útskýra fyrir öðrum. Já. Er það vegna þess að aðrir trúi ykkur ekki? Er svona já, Löfi, já. Er svo að sé eitthvað annað sem að hljóta að vera að? Heldur þú þetta að segja? Ég held að það sé bara svolítið misjafnt. Náttúrulega, já. Ég held að það sé líka bara, að einhver annar hafi einhvern veginn verið í aðstæðunum, það er allt annað að heyra eitthvað utan einhvern annan og að hafa upplifunum sjálfur, hafa fundið það á eigin skinni. Ég held að það er, eins og minna að díla við allar þessar stofnanir, það er náttúrulega eitthvað sem er bara, það er ekki hægt að lýsa því fyrir einhverjum. Að díla við eins og tryggingastofnun, félagsþjónustu, félagsbústaði, bara allar þessar stofnir, vinnumálastofnun, fæðingarorlofssjóður. Þetta er náttúrulega endalaust bara svona einhver reglugerða frumskóður, lána, lín, það var nú skemmtilegt. En fáiði er ekki samt að hinn fátt ekki að tala, það fær svona hrútskýringar. Já, Sanna mín, en það er náttúrulega eitthvað, allir vita betur einhvern veginn. Það vita allir betur en þið fátt ekki. Það er einhvern veginn hugsunahátturinn að fólk eigi að hafa verið duglegra, eins og ég hef heyrt bara frá einhverjum sem að var mjög, bara nær mér á sínum tíma sem segir eitthvað svona,
mamma mín var líka einstæð, af hverju keypti mamma en ekki bara kartöflur? Herði, ég vildi að ég ætti bara tímavél og geti bakka og sagt mamma kaupa bara kartöflur. Þú veist, það er svona einhvern veginn hugsunarhátturinn að fólk eigi alltaf að það ætti að geta hafa verið duglegra. Einhvern veginn bara byrju var ekki eitthvað, gast ekki eitthvað. Alltaf sökinu unna fátaka. Skorinni þarna eða haft meiri fyrirhyggju eða þú veist og þetta er einmitt ég var bara að sannfæra mömmu þetta þegar ég var yngri bara getum við ekki tekið út peningin sjötta. Bara bíðum nokkra daga, þá er þetta bara búið í upphafi mánaðar, þannig við getum átt pening út mánuðin svona til tilbreytingar sko. Þannig að maður alltaf að reyna bara, er ekki eitthvað, er maður ekki að klikka einhvers staðar því að það bara gengur ekki upp að þetta sé bara heimur sem við búum í þar sem maður er bara svangur að vona einhver komi bara með mat sko. Þá trúi fólk því að fátækt sé eitthvað sem einn fátækt ekki kallar yfir sig, ekki eitthvað sem hann verður fyrir. Haldið það sé ekki bara hinn almenna hugmynd að fátækt sé eitthvað sem einn fátækt ekki kallar yfir sig? Það sé mjög algengt sko, án þess að fólk endilega gerir sér grein fyrir að það sé það hugsar. En ég veit ekki, þetta er persónubundi líka. Ég veit alveg að allir sem hafa verið á þessum stað vita að þetta er ekkert og svo einmitt eins og ég er að segja með þessar gildur, bara hvað það er erfitt að komast upp úr því. Og einmitt þetta að þú getur einhvern veginn aldrei, þú ert alltaf að borga leigu, þú ert alltaf að láta annað fólk hafa peningin í upphafi mánaðar og einhvern veginn heldur aldrei neinu eftir sjálfur til að sinna fyrir það. Þannig að þetta er náttúrulega bara svona þetta leiguliða system sem við búum við. Grimmt. Já, það er það sko. Og líka þessi mantra, þessi bara einstaklingshyggja er svo sterk, það er einhvern veginn, allir eru með 24 tíma í sólarhringnum og maður er bara, nei, sumir er að bíl, þannig að þá hafa þau sjálfkrafa meiri tíma til að komast á millistaða. Þau sem treysta strætó til að komast í vinnu númer 2 er að eyða þarna 50 mínútum í strætó til að komast í vinnu númer 2, þannig að þú veist, maður getur ekki bara svona, verið duglegur að vaksa út úr vandanum. Mér finnst þetta alveg magna með eins og leikskóla umræðina. Það er mitt sannarindi að benda á að með því að stytta dvalartíman. Við vitum að það er ekkert gott fyrir lítil börn að vera lengi frá foreldrum sínum. En það er ekki eins og það sé eitthvað val þegar þú ert eina foreldrið að reyna að stunda fulla vinnu eða nám og hafa barnið í leikskóla og ert á strætó. Varstu sökum að vera vond við börnin þegar þú bentir á þetta? Ekkert að hugsa börnin, það er alltaf bara stór hættileg fyrir börn að vera svona lengi á leikskóla og það þurfa að setja hagsmuni barna í fyrsta sæti. En ég meina, sko, ég hef allan tíman vilja vera bara einum stað þegar ég var yngri. Það er aldrei mikið líka álag á barn að vera að fara sko í skólan og svo í frístundasel og svo til ömmu og svo kemur barnapían að sækja til ömmu. Það er mamma henni í tveimur vinnum. Já. Og skóra kvöldin. Þannig ég hef bara verið til að vera bara heim allan tíman eða þú veist ekki alltaf eitthvað svo fyrir þangað. Það er bara rosa batteri sko. Þú hefur frekar viljað vera lengur á leikskóla. Heldur að þvælast á milli. Veit ekki með leikskóla, sko, ég var mjög ung þegar ég byrjaði einhvern veginn bara mamma, ég vil bara vera heima hjá mér, ég vil ekki vera í þessu eftir skólaseli eða hvað sem það hét, hún bara út alltaf ung til að vera ein heima þegar ég bara, nei, get ekki meir, ég vil bara vera heima hjá mér, svona því tíma. Það sem ég var að meina þetta með hrútskýringarnar og þetta með að tala svona yfir fólk, er kannski ekki komin tími til þess að fátækt fólk segi, nú þegið þið, nú hlustið bara, þegið þið svona í 1 ár og meðan við útskýrum þetta. Ég held við bara kannski þorum því oft ekki af því að við erum að leita til fjölskyldu og biðja lán og þá þurfum einhvern veginn að sína fram á við sem ekki fara að nota þetta lán í eitthvað svona óskynsamlegt að þetta fari pottet í mat sem við kaupum í bónus, ódýrasta matinn og þannig ég held að sé alltaf svona líka fyrir eftir stöðinu hvar maður er því að maður segir sko þetta við fólki sem er kannski bara nálægt manni og skilur ekki að þá er það kannski þetta bara að lána manni pening til að borða út mánuðir. Jú, það er líka alveg löngu komið tími en ég held líka bara að sé komið tími til að við endurskoðum samfélagsgerðin okkar. Þú veist, þetta er ekki bara vandamál sem er einmitt svona einstaklingsvandamál, þetta er samfélagsgerðin. Ég meina að þú ert að kerfisbundið halda fólki bara niðri með því að þú veist, það má ekki eignast neitt, það má ekki eiga neitt. Þú veist, það þarf að henda börnunum sínum út þegar það eru 18 því að annars hefur það ekki efna að vera til. Þú veist, þetta er náttúrulega bara fáránlegt. En ef þú kýst þessa samfélagsgerð, þá ert að kjósa það að séu stóru hópar sem eru fátækir. Já, það er náttúrulega bara alveg ljóst. Eins og þetta er núna, þá er það bara þannig. En svo þegar
þegar maður reynir að útskýra og ég var að mynda að semja við ég skuldaði fullt af pening og var að semja hvað þetta borga mánu og svörum voru bara eitthvað, þú verður að borga 70.000 mánu, ég get það ekki. Ég held að það verið 77.000 meira saman mánu og var bara eitthvað, ég get það ekki, þú veist, var bara að segja þetta aldrei, bara hei þegi, ég hef ekki efna þessu, ég skal borga 5.000 á mánu, það er eitthvað. Og það var bara engin fræðilegur. Fór í bankan og ætlaði að reyna eitthvað að græða þetta, en það var bara yndislega kona þar og hún bara hringir í þetta fyrirtæki, Framtíðin, heitaði. Framtíðin? Nei, byrju, ég skuldaði þeim líka, þannig hún hringdi í Framtíðina. Er það ekki Gamma? Jú, það var eitthvað annað, ég skuldaði einhverjum Lánasjóður Gamma, ekki? Jú, þau kom mér í gegnum námið, takk Framtíðin, ég er mannfræðingur. Og þá sem sagt fekk hún einhver svona greiðsludreifingu í gegn og ég alveg, hvernig náðið þú þessu? Og ég man alveg eftir símtalunum var alveg bara herði hún að reyna sitt besta og þannig að það er líka ekki alltaf hlustað á mann. Þó maður reynir, þó maður sé bara eitthvað ákveðin og hlifur óksla ákveðin, bjóða bara þetta, það er bara, nei. Þú missir málfrelsi og tillögur rétt þegar þú ert fátæk, þú ert bara second class. Það er þannig. Já. Það er bara þetta líka, þetta ójafnrétti að einmitt ef þú kemur úr fátækt að þá einmitt eins og Sanna bendir á miklu dýrara einmitt að klóra sig upp úr að fara í nám. Þú þarft að vera á einhverjum alls konar lánasjóðum og í eigu alls konar einstaklingar sem þú vilt ekkert endilega skipta við en þú hefur ekki val. Taka smálán, netgír og hvað þetta heitir allt saman og svo náttúrulega kemur bara út alveg með fjall af skuldum og eftir þér og þú veist meina af hverju þetta ekki gert auðveldara það er náttúrulega nám það er logið að okkur að við menntum okkur út úr fátækt en það náttúrulega ekkert sjálfgefið þegar þú veist með slóðina og eftir þér út úr náminu og fyrir náttúrulega utan að það tekur yfirleitt lengri tíma og miklu meiri hark. Vorum að í fréttaeyfirlitinu voru að ræða orðdagsins meðan þess Collins það síkrísa sem ástæðan fyrir það ekki hægt að eiga við fátækt núna því að það er mikil vandamál og óvissa í framtíðinni að við verðum að einbæta okkur að því tökum að vandamálu seinna. Þá var ég að rifja upp að ég sá fyrst orðið porofóbía þegar það var valið orð ársins held ég 2015 á Spáni. Og það var búið til af, eða sett fram í þetta samhengi af konu á Spáni sem var að skilja sjálf þessa fordóma sem að Spánverjar höfðu gagnvart flóttafólki. Og henni fannst það ekki passa að það geti verið rasismi. Þess að bentun á því að þetta væri aporofóbía sem fordómar eða fyrirlitning gagnvart bjargarlausu fólki. Og hún fjallaði þetta eins og þetta bara djúpstætt í okkur og þú veist, fólk verið átt að segja á því það með þessa fordóma til þess að geta unnið á því og kannski fólki sem alltaf að svona tala yfir fátæka og veit allt betur og eitthvað bara átt að segja á því þannig að haldi bara djúpstæðri bara fordómum gagnvart fátækt og bergaleysi fólks. Ég get alveg tekið undir þetta. Þetta byrtist í svona athugasemdum og þau séu bara að reyna að hjálpa. Þau bara hljóta ná til fátæku manneskjunar ef þau koma með einmitt en eina ráðgjöfina að það sé bara best að þú veist kaupa þetta inn eða ekki kaupa þetta inn og versla hinsegin og þau minni ná að leysa þetta fyrir okkur ef þau sjá bara kreditkorta yfirliti hjá okkur að þá minni þau pottitt finna eitthvað sem að veldur þessu að því það er kannski bara of sárt að horfast í augu við samfélagsgerðina að hún sé að senda einhvern á annan stað, ég veit það ekki. Eða fordómar. Það er réttlættir einhverjum hætti, þetta réttlæta aðgerðarleysi gagnvart fátæku og þá þarftu að forsmáða með einhverjum hætti annars svo fólk gerir eitthvað innflytendum og mörgum öðrum hópum eða konum eða eitthvað þá konur eru með veikari stöðu það bara þeir eiga skilið eða eitthvað þannig að samfélag þetta spila saman persónulegi fordómandi sem við berum og svo samfélagsgerði sem að næri þá. Ég held að þetta er náttúrulega alveg definitely til við náttúrulega þekkjum þetta að og þetta er einhvern veginn líka bara að valdajafnvægið í samfélaginu svolítið þannig að náttúrulega fjárhagsstaðin bara hefur mjög mikið að segja þann virðingarsess sem þú hefur í samfélaginu og ég held jafnvel þeir sem eru fátækir og hafa glímt við fátækt að
þeirra sjálfsmat náttúrulega bara ekkert rosalega hátt heldur. Þú kemur náttúrulega út úr svoleiðis aðstæðum frekar svona brotinn og svona finnur alveg fyrir því að þú ert neðarlega í goggunarröðinni. Þannig að, já, þetta alveg setur mjög mikið mark á mann. Ég held að sé ekki, þetta ekkert endilega meðvitað. Ég til dæmis, þegar ég svona lít tilbaka, þá svona sé ég líka því ég var einsta móðir og elsta dóttir mín 27 ára og ég svona, þegar ég lít tilbaka þá svona sé ég alveg, já, svona bara hvernig einhvern veginn veik staða svona setur mann svolítið mikið lægra í virðingarsteganum, sko, heldur en... Þetta var að tala um hana eða þig? Örgulega bæði, ég get ekki tala fyrir hana, en ég svona sé alveg svona hvernig fólk talaði við mann, hvernig svona skólinn tekur á ýmsu þegar þú ert einstætt foreldri. Þá svona aðeins verið svona, já, ekki, þú veist... Það ekki tekið mark á þér? Nei, það aðeins svona, Fasteignasali sem kom undan þeir var að tala um drenginn sinn, það meira hlust á hann. Já, náttúrulega, þú veist, að mæta sem, tveir foreldrar í foreldraviðtal, náttúrulega mun sterkari staða heldur en að þú ert einstætt foreldri, af því að, þú veist, það eru svona ýmsar fyrirframgefnar hugmyndir sem fólk hefur ómeðvitað, þú veist, að einstæða móðurinn, jú, það einhver svona félagsleg vandamál, þú veist, þannig að það einhvern veginn, þú veist, þetta það sem allavega ég svona finn, og eins og ég segi, ég fann ekki beint fyrir þessu á þeim tíma, en þegar ég lít tilbaka. En heldur þetta hafi versnað, svona, nú verðum við lifið við svona efnishyggju tíma, einstaklingshyggju tíma. Það er svona meira áberandi svona að fólk að flagga einhvern veginn, kannski ekki ríkidæmi sínu en að það sé bara, þú veist, inni einhvern veginn. Slepp inn einhvern veginn. Er það... Já, ég náttúrulega hef verið til aðeins lengur en sanna. Þannig að ég náttúrulega lengra aftur, sko. Ég held náttúrulega þú veist, svona eftir 2000 þá held ég að náttúrulega bílið milli ríkra og fátækra náttúrulega breikkaði rosalega mikið. Ég meina, ég náttúrulega mann eftir jólahaldi sem að var bara, þú veist, að við komum aftur á jólunum af því að það að koma jól, sem að var bara stór fjölskyldan hittist, borðuð einhver máltíð sem var alveg svona frekar verðileg og þú veist, og núna er bara, þú veist, mann er ofta inn í einhverju svona bergmálshellum, sko, en þegar maður kemst svona út fyrir hann, þá svona sér maður, eins og þegar maður flakkar á svona einhverja Facebook-þræði og fólk að tala um einhverja rosalega matseðla sem það með á aðfangatösku og maður bara svona, ert þú með matseðil á aðfangatösku? Ég meina, hvað... Hvað er það að prenta út? Nei. Ég bara veit ekki, ég hef ekki verið heima hjá þessu fólki, en þú veist, matur og eftirréttur. Já, akkurat, þannig að ég held að, þú veist, eins og ég og Sanna örugglega gerum aðra væntingar til jólana, heldur en margir aðrir. En ég er svona á margan hátt, það það bara ágætt held ég að líta meira á jólin sem bara svona friðarstund með fjölskyldinni og ég borða svona ágættan mat, en allavega bara allir hafa eitthvað að borða og Ég spurði það því að þú varst að tala um hvernig það var svona, tala til þín og svona. Ég var að velta fyrir mig hvort það væri orðið þannig að það væri ekkert annað mat heldur bara á fólki heldur bara ríkidæmi og success. Þannig ef þú hefur það ekki þá ertu eiginlega bara, þá horft ekki að gegna þig. Það er ekki þetta að bjóða upp á neinn önnur verðmæti að vera sæmileg manneskja eða neitt. Ég held að það sé svolítið svona, þú veist, viðhorfið einhvern veginn svolítið að, þú veist, ef það eitthvað barnið að glíma við einhvern vanda í skólanum, þá það svona svolítið, já, hvað í gangi heima? Þú veist, þegar þú ert bara ein, en þegar það eru tveir, þá kannski meira, þú veist, ok, hvað í gangi hjá barninu? Já. Og eins og segi, sko, það voru svona eiginlega ekki fyrir en eftir á sem að ég svona lít tilbaka og hugsa bara, vá, þarna átti barnið að fá aðstóðin ekki. Já. Það fátæka barnið, það er óheppið með foreldri, en ríka foreldrarnir eru óheppnið með barn. Já, það er svolítið þannig. Þá er svolítið brútandi fasta, en þá er það þannig. Það er, já. Herðu, en fátækið þurfa að berjast, ná röddinni,
ná hópnum saman, tala svo að aðrir átti sig á því að það sem að henda það fólk eða mig ekki út af því að ég sé gallaður, heldur ég að verða fyrir félagslega vandamáli sem fátækt. Engin skömm. Og líka bara þetta er náttúrulega svolítið erfitt að ná til þetta hóps vegna þess að þetta fólk hefur nóg að gera. Það hefur ekki mikið að auka tímum og salarinnum. Þannig að það einn vandi sem við gleymum við, en við vonum að þetta bara fólk stýi fram og trekki sér saman. Og þið eru að starfa því í PEP. Já, akkurat. Já, og þú ert að gera það í þinni pólitík. Já. Herðu, kæra þakkir Laufey og Sanna að koma hingað og ræða fátækt í aðdraganda jóla og alla daga. Takkilega. Við myndum núna hvað okkur í kross, eins og sagtir, og tölum laxeldi. María kemur hér og ræði við hann Jón Örn Pálsson sem sérfræðingur í þeim málum eftir augnablik. Já. Það er frábært. Þetta er ekki gott, María mín?
líffræði núna kannski. Já. Já, ég hérna stödd við Rauðaborðið ásamt honum Jóni Erni Pálssyni. Hvað sjávar líffræðingi, eða ekki? Já, jú, það hérna sjávar útvegsfræði. Sjávar útvegsfræði. Já, reyndar hérna ég með líffræði sem sérgrein. Já, ég fann það einhvers staðar held ég. Ég er búin að vera að fjalla þessum sjókvía laxeldið hérna síðustu daga og aðeins svona frá mismunandi vinklum. Ég ræddi við Þóral Mattíasson prófessor í hagfræði í gær og hérna vorum þá að ræða svona þróun laxeldisins í Noregi og svona þann uppgang sem hefur verið þar, tilraunir yfirvald þar til þess að setja á hérna laxeldið einhvern auðlindaskatt. Og þriðjudaginn var Auður Anna Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar hjá mér og við vorum svolítið að tala um bara hérna umhverfisverndina og svo líka sagt, í rauninni kröfuna sem að Landvernd tók þátt í að senda matvælaráðherra þar sem þau vilja bara banna laxeldi í sjókvíum. Þú kemur aðeins með annan vinkil, þú ert búin að vera í tilrauna tilrauna eldi í rauninni líka og reyna Já, ég hef eiginlega unnið að rannsóknum og þróunarmálum í fiskeldinu 40 ár og tók þátt í rekstri á laxeldsfyrirtæki, stofnun á einu fyrirtæki og var þar innan búið í 6 ár og hef verið í fleiri tegundum. Þorskin eða ekki? Jú, þorski, jú. Einmitt var að stýra þar verkefni og þannig núna er ég ekki í neinu tengslu við þessi fyrirtæki og hérna og það var gríðarlega skemmtilegt og hérna áhugavert að nota teóríuna og sjá hana virka í praxis og hérna þegar við vorum að byrja þetta og í laxeldi til dæmis, við byrjum í Fjarðalax 2010 og hérna það var síðan saminað inn í Arnarlax 2016 og hérna síðan er þetta reikið sem ein eining og ég verið að reka mitt rákjæðafyrirtæki í fiskeldi og öðrum verkefnum og það segist eins og að reynsla mín í laxeldunni er svo að þetta hafi verið mikið af byrjunar vandamálum og sem að tengist mörgu leyti því að stjórnendur voru reynslu litlir og kannski skotti þekkingu og það var engin tilbúin að fjármagna þetta innanlands. Það gekk ekki, við þurftum að fara til útlanda til þess. Þá fjármagnar rannsóknir eða bara reksturinn í rauninni, bara starta. Bara fyrst ef við byrjum þá eigum við ekki til dæmis nægilt fé til að gera alla hluti eins og æskilegt væri kannski, sambandi við fóðurinn, að við byggjum til dæmis landstöðar til að dæla fóðurinn út staðin fyrir að vera með pramma. Og það kannski ekki, þá getum við ekki verið með kvíarnar á besta stað endilega. Það þarf að vera nálægt landi, við getum ekki blásið nógu langt frá landi og annað sko. En svo er líka þetta sko að fiskeldið hérna á Íslandilmis, það var enginn sem vildi fjárfesta í því, eins og segi, og það kom erlendi fjárfestar. Og eðli sínum er fiskeldi til dæra áhættusöm atvinnugrein, mjög svo. Og það dregur að sér fjármagn sem er til dæra áhættusækið en vil fá mikið tilbaka fyrir sig og þá er eins og að veljast svona oft eru skammtímalausnir sem valdar í stað fyrir langtíma og til dæmis Fjarðalax það kerði mjög umhverfisvæna stefnu bæði með það að fara inn í vottanir og við seldum allan okkar lax genum vottanir þegar leiða áminnstofti og það var okkar stefna því að það er dýrara að framlega lax hér en samkeppnislöndum og þá mæta því með hærra verði en svo sumleiti endaði þannig að
að erlendir aðilar koma hérna inn og finnst þessi stefna ekki rétt. Þeir frekar lækka kostnað, reyna það á móti og fara í samkeppni við annan fisk og það þýðir bara að það þarf að mæta kostnaði ykkur staðar og ég vil meina að mikið af þessu er byggt á því að það er svona skammtímalausnir. Þetta á ekki við öll fyrirtæki endilega en þetta svolítið, mér finnst þetta vera að hafa stefna svolítið að fara stað fyrir að framlega votta geðvöru, þá var farið í það að massa framlega það og lækka kostnað En þegar þú segir að það sé dýrara að framleiða hér heldur víða erlendis? Það er bara út af tímanum sem tekur að framleiða fiskinn. Það er bara fjárbyggingin að við erum með vetur hér sem eru 4 mánuðir nánast í sem fiskurinn vex hægt og þá þeir eru að framleiða 5 kilo fisk í Nóri bestu skilir á 12-13 mánuðum. Hérna tekur þetta 16-18 mánuði kannski. Og það þýðir bara meiri fjárbygging og meiri kostnaður og þetta er gríðarlega stór þáttur í því að ná árangri í laxeldunum hér er að takast á við langa vetur að hugsa velferð fisksins því að ef þú hugsar ekki velferðina þá ertu fljótur að veikja sjúkdómaþrótt fisksins og auka afföll og þannig að núna menn eru að læra þetta mjög hratt mörg áföllin hafa orðið til þess að menn eru að læra og það má ekki enda dæma fyrir það, þetta er unga atvinnugrein hér en menn fóru svolítið geist mörguleiti að bæði með staðsetningar og framkvæmda þáttinn í lagseldinu en þetta er Þannig ég bæði gagnrýni á framkvæmdina en ég er alveg fullviss það að þetta er ein umhverfisvænasta matvælaframleiðsla sem er fyrir utan það er bara garrægt því að fóðurnýtingin í fiski er gríðarlega há miðað við önnur húsdýr og það þarf svo mikið þróun í fiskafóðri, þú þarf minna en 1 kíló af fiski til að framleiða 1 kíló af laxi og þetta heldur áfram og þeir eru byrjað að búa til fitusýrur, hágeða fitusýrur með þörungum í dag og svo þróun heldur mjög hratt áfram. Þannig að það þarf ekki lengur að veiða fisk til að búa til hágeða lax, má segja Þannig að landbúnaður í dag hefur tekið 100 ára að þróast og laxeldi fyrr en það skortir mikið á eftirlitsþáttinn sem þarf að huga hér á landi Einmitt. Já, hún var svolítið að fjalla það að hún auður Já. En það svo er það kannski líka hún vildi meina það að kerfi væri bara allt of þungt einhvern veginn til þess að læra það væri ekki hægt að fræða beint bara það kerfið einhvern veginn væri of þungt í vöfum en maður svona velti fyrir sér samt eins og með bara það sem hefur verið að gerast núna til dæmis í tengslu við Arnarlax varandi þegar að sleppa fiskar inn í átnar það er svona mismunandi aðeins hvað fólki finnst það sumir telja það að sé alveg stóralvarlegt Já, það er mismunandi skoðanir á því sem telja þetta hafi gríðarlega slæm áhrif og hafi verið sýnt fram á það en aðrir vilja meina alls ekki Já, stofnin jafni sig jafnvel Já, jafni sig og það þurfi gríðarlega mikið inngrip til þess að hafa áhrif því að við bara minna það að það er gríðarlega náttúrulega afföll í villtum stofnum og það eru 99% dauði frá hrogni að fiskur sem kemur upp á hrogni það eru 99% líkur á því að hann verður dauður og hann kemur tilbaka til að hrygna aftur það er bara 1% sem kemur tilbaka þannig að það eru mörg stig þannig að hann þarf að lifa 3 ári áni 3-4 ári áni svo þarf hann að lifa 2 ár út í sjó eða 1-2 ár í sjó
og þarna eru miklir kraftar sem velja fiskana og það er hérna, menn hafa mælt sko genablöndun sem sagt, í Noregi og hérna það er vissulega staðfest en það er menn sjá það helst í litlum ám þar sem er mest í þéttlíkin af eldiskvíum og menn hafa verið þar í eldi núna í bara 50 ár eða 40 mistósti og hérna og þessi áhrif eru öll afturkræf, það er alveg klart sko, það er bara Darwin sem slíkur sko. Það er bara hérna sá sterkasti þannig nema áhrifin séu það góð reyndar fyrir stofnin eða þannig og ef þau eru þá góð og þá er það kannski bara ekkert slæmt í rauninni Nei, eða sko, það hjálpar laxinum að lifa af í íslenskum það er svo erfitt að segja þú getur verið góð í ákveð tímabíl en svo ef að umhverfisskilyrði breytast síðan þá ertu búin að taka hana breytileika út úr stofnunum til að takast á við einhver áhrif en genaflæði á milli laxastofna er náttúrulega það er sagt allt við milli 2 og 12% sem fer milli áa þannig að þetta er bara náttúrulegt í laxastofnum að villtistofnar villast á milli áa og svo þegar kemur eldislax að þá hérna er búið að reikna það út og það er norskir fræðingar sem að segja það þú það 10% innblöndun í 50 ár til að hafa verulega áhrif og það er ekki til kannski eins og sko. Þannig að en þessi erðablöndun sem er staðfesta, hún er ekki, það er ekki búið að sína fram á það að það sé í genum sem hafa áhrif á lífsafkomu laxins sko. Nei, þetta er þannig að það sé í rauninni ekki búið að sanna það að það sé svo skaðilegt fyrir laxin að Nei, ekki þau tölum 100 ár sko, og 1000 ár sko. En það er náttúrulega mjög slæmt að sé að flæða fiskur út sko, eins og í Noregi það eru 400 miljón laxar í kvíum þar sko, við ströndina sko, og bara lítið prósent af því ef það fer alltaf upp upp á sömu staðina, það er ekki jákvæmt sko, en það má segja það að maður heyrt sem við getum vísað í hvernig breytingar geta haft áhrif á stofnin, það er til dæmis hér á Íslandi að það er búið að veiða svo hart villtastofnin og sérstaklega stórlaxinn að það er búið að breyta erfðamengi villtastofnsins bara með stangveiði. Þess að stórlaxinn sem er stór kemur stóru hafi 2 ári sjó, hann hefur fækkað 80% í mjög mörgum ám og bara meðaltali frá 1980 til svona 2000 á til það stundum tíma gríð og Þannig að það er ofveiði í stangveiði mönnunum Já, á stórlaxinu sérstaklega og það minnkar hæfni villtastofnsins til þess að takast á við breytingar í umhverfinu vegna þess að það bara eitt vont ár í ánni það er áhrif á þennan árgang sem er í ánni þannig að menn er reyna að bjarga tilbaka með því að sleppa stórlaxinum aftur og það sýnir sig bara að það er að takast í flest tilfellum sem sýnir hvað hæfni laxastofnsins er mikil að takast á við svona utanakomandi áhrif og það er alveg búið að sýna sig í mjög mörgur rannsóknum að eldislaxinn er afskaplega lélugur í því að fjölga sér í ánum sko. Og og svo þegar seinni kynslóðin kemur sko tilbaka þá náttúrulega fyrst að vera þá náttúrulega býr hann bara til
bara til blöndu því að það ekki ofta kannski eldislaxar hrygnir saman, heldur hrygnir þá eldislax sem viltulaxi. Þannig að það komið blanda strax við fyrstu kynslóð. Já, strax búið að finnast. Og hérna, þannig að en þessi áhrif eru afturkræf, alveg klálega ef hérna. En nú eru menn komnir dálítið á rekspöl með því að búa til kynlausan lax hér á landi og þar að fara staðar rannsóknir veit ég í vor með útsendingu á fiski í því sandlið þannig að atvinnugreinin í stöður í þróun og hérna, hún ekki inn í stöðnun, hún í mikil í þróun og það alltaf lægi að lefinni að hægja að gera verkum að hún hægja á sér, hún sé ekki í mjög miklum hraðri uppbyggingu sko, meðan mennunni líka læra á umhverfi því að þessi áföll sem hafa komið, þau hafa oft komið frá með þekkingu sem frá Noregi og þeir þekki ekki umhverfi hér. Þegar það eru opnir fyrir hér og mjög mikið stóruveður hér meðan þetta yfirleitt mjög skjólgóður fyrir í Noregi. Sko. Miklu þrengri fyrir. Miklu þrengri og hérna, já, þannig að... En hvernig, nú hefur verið gagnrýnt svo mikið bara einmitt eitranir á búnaði í kringum laxeldið, pókar sem ekki að ná að sjá að dýrin hangi á þeim einhvern veginn og maður er að heyra líka plastagnir sem að komi jafnvel úr fæðu fóðrunni. Þetta er alveg klárlega eitthvað sem við þurfum að takast á við sko, að hérna það er einmitt þetta sem við fórum ekki þegar ég byrjaði í laxeldinu þá vorum við alls ekki með kopar varnarefni og þetta fer einmitt inn í lífríkið og hefur áhrif á sérstaklega hvatastarfsemi í dýrum sko, þess að koparinn hann er mjög virkur þáttakandi í efnakvötum í lífríkinu. Þannig að menn ætti að reyna að forðast það sko, en þetta vakta mjög mikið í Noregi og það sleppur út alltaf hérna með vita alveg hvað sleppur mikið út og þetta er mælt og ég veit ekki þess að sé mikið ekki mikið mælt hér. Já, ekki mikið mælt hérna, misvíslega ekki sko og ég þekki þetta einmitt með þarna fóðragnar í það er að rífa plastururinn að innan og við tókum vel því að ég hef mikla orðið við séð rör sem er götótt eftir það en það er líka ráð við þessu að fara í hana vökafóðrun er sem sagt að nota sjó, dæla sjó í pípunar og hérna þannig að það eyðist ekki, rörin eyðist ekki. Það eyðist ekki, sko, það verður það allt annað, sko, og það er bara, að breyta fóðrun aðeins, styrkja það, gagvað því að missi ekki nærgrefni út, en að með þeir í pípunum. Þannig að það er hægt að finna alls konar aðferðir í rauninni og nota aðferðir þó að þessi jafnvel dýrara eða... Já, þetta þarf bara, sko, fyrirtækin fara ekki þessa leið nema eftirliti sé þar sko, þannig að það er eins og áður kom fram að ef eftirliti er slagta þá fara fyrirtæki þangað sem sem koma sko. Þannig að það þarf bara að klárlega að vera mikið þekking í stjórnsýslunni í eftirlitinu og úttektum og nú er búið að matvæla stofnun búin að búa til áhættuflokka fyrir fiskaldi sambandi við sko, hversu oft er heimsótt í fyrirtækin og það fyrir eftir límassa og fleiri þáttum sem að og þannig að þetta er að koma hjá okkur en ég segi það bara frá þegar ég byrjaði að vinna í þessu 2009 bara í því að reka laxeldisfyrirtæki að þá var þekking stjórnsýslunni bara absolutt engin sko og yfirleitt ef hún var eitthvað þá var hún æfa forn og fordómafull og þannig að því að sko laxveiðimenn hafa haft gríðarlega áhrif á þróun í atvinnugreininni og það virðist vera að laxveiðimenn leynist víða og þeir
og það útskilað þannig sko en ég segi það á að tempra vöxtin. Já, tempra vöxtin. Já, þá tempra og taka lært. Það verður öllum í hag. Já, ég held sér öllum í hag sko að ekki bara eitthvað að banna sjókvíldið. Nei, þetta bæði betra sko. Það er svo landeldi ef við getum farið til það þá það sko, þá ekki annarkvort eða sko. Nei, það alltaf, til dæmis það þýr þá að þú getur ekki farið í landeldi með dælingu nema að sé þá sæmilega heitur sjór. Menn að byggja landeldi á Suðurströndinni, það bara eina ástæð fyrir því. Það að vetrarhiti í sjónum fer ekki undir 5 gráður þar. Það eina sem ræði því. Það þýr ekkert að fara að byggja landeldistöðar hérna fyrir vestan eða norðan, þar sem að sjórinn ískaldur í 4 mánuði og þá þetta bara að dæla vatnið til alltaf fiskinn lifandi en hann vex ekki neitt. Þannig að það þýðir það bara að sjókvíaldi leggst af umhverfislandi nema á Suðurströndinni en svo spurningin, landeldi það eitthvað svo umhverfisvænt? Það er ekki hægt að hreinsa til dæmis köfnefni út úr landeldistöðu nema bara 25% í saur því að hitt fyrir allt saman uppleist í vatninu út í sjó og út í fjöru bara ef menn fari ekki með fráreiðsli og dýpi, við svartum 20 metra dýpi, þá hefur þetta áhrif á fjörulífið á gríðarlega stóru svæði. Því að köfnunefni sem kemur frá sér uppleist í ammoniaksformi og þvagefni úr fiskinum og þetta hefur gríðarlega áhrif á allt fjörulíf og svo fyrir utan rafmagnskostnaði sko. Við þurfum að byggja fleiri vindmyllur ef því að skipta til að ala lax í landi. Það mikið mun meiri raforkukostnaður með landeldinu. Já, margfalt sko. Menn að tala fyrir 10 tonna laxeldi þá þarftu svona 57 megavött. Þannig að og ég held að sé plönum að í Íslandi séu 130.000 tonn plön í laxeldi í landkerjum og þetta eru kannski 2 hvalavirkjanir á ströndum sem eru planaðar kannski, það eru 55 megavatt eins og slík, og það að mörguleiti jákvætt að fara út í landeldi, ég alveg sammála því ef að menn ná að reka það og haka með hátt. Því að þetta vissulega mjög kostnaður og að keppa, þeir verða þá að fara út í þessu vottanir sem að vondi gengur og kunna til verk. En hvað finnst þér varðandi eins og þetta mál með Noreg og auðlindagjöldin og Já, ég aðeins fylgst með því. Það er alveg vissulega ástæði til að endurskoða þetta, finnst mér sko, til lengdum litið. Því að stjórnvöld til dæmis, ég tek eftir því að fiskeldisfyrirtækin sjálf látið standa að innra eftirliti. Til dæmis sjá lífríkisrannsóknir hjá sér sko. Það ég til alveg full ástæð til þess að opinber fyrirtæki sjá í þetta sko. Og það sé þá bara greitt úr einhverjum sjóðum sko, slíkt, þannig að menn því að en sé ekki með eftirlitið við sjálfum sér. Já, sé þannig sko. Það var alveg að rökstiða aukningu í gjöldum þess vegna, myndum við að tella sko. Og þetta auðlind og að gæta þegar sko í dag hefur eftirliti verið lélegt eða ekki nú öflugt út af því að það hefur verið talið dýrt og þá bara alls ekki að hleypa þessari grein neitt fram úr því að vera ekki sjálfbær og umhverfisvæn. Það bara þarf að virkilega votta það. Þannig að maður sér bara eins og þessi þekking, þessi norsku fyrirtæki sem voru út í Síle til dæmis
höfðu mikla þekkingu en það var náttúrulega lítill rammi þar sko, þannig að þau fóru sér að voða þar sko. Fóru sér að voða, já. Skilja eftir umhverfis. Já, bæði, já. Þannig að ég segi, já, ítrekka það bara að stjórnsýslan þarf að vera bara í lagi í kringum þessa grein sko og þekkingin þar sko og þetta ætti greinin að borga sjálf sko. Já. Og þá kannski líka hægt að búa svo hnútana að einhvern veginn að stangveiðimenn sem veiða lax og menn í laxeldi þetta sé ekki einhvern veginn allir á andhverfu meiði. Já, þetta bara svo erfitt að ræða þetta er svo mjög tilfinningar í þessu að það er ekkert hægt að rökræða oft þetta neitt sko. Þetta er bara trúarbrögð og það er saman hvað leggst á borði sko. Það eru fleiri skólar út í Noregi á þessu sko. Hvað er þetta stórhættulegt, er þetta ásættalegt eða er þetta í lagi? Það bara og tíminn mun leiða það ljós en við mögum alls ekki taka þessa áhættu en það er alveg ljóst að við erum ekki komið nálægt til þetta sé eitthvað sem sagt að hafa útslita áhrif fyrir laxastofnana hér á landi hvað þá út í Noregi þar sem er framleitt sko svo margfalt meira af laxi en hér svo 1000-falt meira og þar eru laxastofnar einnig sterkastir í Evrópu. Það er minnsta hnignun af laxastofnum í Noregi með við öll öðnur lönd í norður Evrópu sko. Og þannig að það er ekki hægt að tala samband á milli laxeldis og afkomu laxastofna sko. Það er bara alls ekki samband þar á milli sko. Og meðan þetta var eitthvað öðruvísi því að Noregur sýnir stöðuna nokkuð vel sko, það sko hver er áhættan og þar er líka bara verið að setja mikla peninga í vöktun og ég held við ættum bara að horfa það. En það er samt töluverðinlega andstaða við auðlindagjaldtöku og eitthvað slíkt sko. Það er einhver gjaldtaka og náttúrulega skattheimta en ekki það er andstaða við að hún sé nægilega há og Kaliber við olíu sjóðum. Það er bara þessi fyrirtæki þau haga sér bara slíkt sko, þau fara eins langt að komast sko með það. Þannig að, ég svaraði ekki spurningun á þessu kannski með það, en þau þola alveg klárlega aukna gjaldtöku svo laxaverði hefur aukist alveg stórkostlega sko, undanfærin 5 ár held ég sko. En þetta er ekki mín sérgrein, ég ætla ekki að fara svo mikið út í þetta kannski en mér finnst bara að nú er Svandís að endur sko stefnuna í laxeldinu og það þarf að snúa svo svolítið bara virkilega á haus með það að sjá hvar stjórnvöld sko geta bætt sig í stjórnsýslunni sko. Mér finnst það bara alveg augljóst og ef að gjaldtöku þar til að þá náttúrulega alveg þetta rökstiða það finnst mér sko. Því að útgjöldin sem fylgir gjaldtakan ætti náttúrulega ekki að vera meira en svo að borga misvæsti stjórnsýslu kringum þetta og svo kannski vona að þetta sé sjálfbært en ef þetta er ekki sjálfbært þá þarf að borga umhverfisgjöld gagnvart því sko og hvað sem að er kopar og eða hvaða þættir sem að ekki menn vita náttúrulega hvað umhverfið þolir og það er eins og með þessi staðbundnu botnáhrif og svona sko menn þurfa bara að vera með vöktun á því sko og fram til þess að það var með gert mistök í því það er alveg klárlega verið að pakka mikið af
fiski í kvíjar á grunnu vatni, þá ertu, og það sem er lítill straumur, en ég held að menn sé alveg klálega búin að sjá að það er ekki framtíðin og ekki fyrir hagu fyrirtækina að gera það eins og sko. Þannig að Nú hefur stundin svolítið verið að fjalla hérna Arnarlax og út frá því sjónarmiði að þarna séu ríkir normenn að koma inn með laxeldi á Íslandi. Og með miklar eiga orðið bara mikinn part í auðlindinni þar að leiðandi. Hefur einhverju skoðun á því? Þú sagðir áðan þetta að hérna Íslendingar hafi einhvern veginn ekki haft burði í kannski að starta þessari grein. Já. Þannig að við vorum tekin alveg á yppon, eins og segja júdónu sko, með það að hérna geta ekki framkvæmt þetta sjálfur með það og þetta var svona, ég veit að við hérna við reyndum mikið að fá fjármagn innanlands þegar þetta var að byrja. Þetta má segja þessi þriðja bylgja í laxeldi sko og hérna maður svona velti fyrir sig með hvernig eins og til dæmis bara með þessa beygðir sko eins og fyrir vestan að þeir eru með tilrauna samning kannski við byggðarlagið. Geta sjá strandið ekki farið hvernig sem er. Já. Þess vegna er þetta sko einmitt fiskeldi sko byggðamál og við erum að gera alveg kröfur á því að þetta sé langtíma atvinnuvegur, ekki skamtíma og það er algjör skilyrði. Það sé ekki hægt að skilja sveitafélagið svo kannski eftir að hafa helming íbúa í vinnu og fyrir utan sko og hafa ykkur tök á þessu því að nú er sko einmitt leyfingi út til 16 ára. Þetta er ekki eins og í Noregi, það sé ævilangt sko. Og hérna, nú geta stjórnvöld alltaf endur skoða þessi leyfin með nýju skilyrðum. Þannig að það er mjög ákvæmt og það verður gera það kröfu að þessi atvinnugrein sé mitt umhverfisvæn og sjálfbær og þessi firðir séu þetta er auðlind sem að þarf að þekkja og hérna og kunna nota. Hún er hérna það er ekki þetta þorp sem hefur gagnað því að vera með 10-20 ára uppbygging og svo bara allt búið sko. Það er ekki sko. Þannig það er hérna svona missjónum mig. Heyrðu, takk fyrir þetta Jónur. Við kannski tökum aftur upp meiri laxeldis umræðu síðar en ég er allavega búin núna með að fjallum þetta frá nokkrum hliðum. Við verðum aftur hér með Rauðaborðið á mánudaginn. Helgispjallið verður vantarlega á sínum stað annað kvöld. Takk fyrir okkur.